Þá snúum við okkur að 8. dagskrárlið, starfsáætlun og stefnuræða nefnda 2018 umhverfis- og mannvirkjaráð. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hér með að fara að flytja stefnuræðu umhverfis- og mannvirkjaráðs, en það má eiginlega segja að í þessari einu stefnuræðu séu 3 stefnur. Það umhverfisstefna, gömlu fasteignir Akureyrar og svo framkvæmdaráð. En þann 1. janúar 2017 voru fasteignir Akureyrarbæjar og framkvæmdadeild sameinaðar í eitt svið, umhverfis- og mannvirkjasvið. Umhverfis- og mannvirkjasvið hefur umsjón með og ber ábyrgð á verklegum framkvæmdum. Það nýframkvæmdum, viðhaldi og endurbótum mannvirkja í eigu Akureyrarbæjar. Helstu flokkar fasteigna sem eru í umsjá sviðsins eru skólar og leikskólar, íþróttamannvirki, menningarstofnanir og söfn, skrifstofu- og þjónustustofnanir, húsnæði fyrir aldraða og fatlaða, leiguíbúðir, auk annarra minni eigna. Hjá Akureyrarbæ í umsýslu rúmlega 100 fasteignir og 330 leiguíbúðir. Önnur mannvirki sem umhverfis- og mannvirkjasvið hefur umsjá sinni eru allar götur og gangstéttar, gatnalýsing, umferðarljós, sorphirða, snjómokstur, garðar og opin svæði. Eins í rekstur slökkviliðs og umhverfismiðstöðvar undir sviðið. Eftir sameiningu umhverfis- og mannvirkjasviði skipt upp í eftirfarandi deildir. Rekstardeild sem heldur utan bókhald og rekstur sviðsins, starfsmannamál, stjórnarfundi umhverfis- og mannvirkjaráðs, skjalamál, samningagerð, yfir umsjón með framkvæmd útboða, samræma vinnu milli deilda, samskipta við bæjarbúa og notendur ásamt fleiri verkefnum. Nýframkvæmdadeild heldur utan öll verkefni sem snúa nýframkvæmdum sem eru eignfærð. Viðhaldsdeild heldur utan allt viðhald mannvirkja, gatna og stíga sem Akureyrarbær á og hefur í sinni umsjá. Umhverfisdeild heldur utan öll umhverfismál og rekstur af ýmsum toga. Undir umhverfismál falla fegrun og hirðing, opin leiksvæði, hreinsun gatna, jólaskreitingar, sorphirða og sorpeyðing, snjómokstur og dýrahald. Eins undir deildina rekstur á lystigarðinum, útivistarsvæðum, tjaldsvæðum og fleiri verkefnum sem snúa að málaflokknum. Slökkviliðið sem sinnir slökkvistarfi, björgunarstarfi, eldvörnum, sjúkraflutningum og almannavörnum. Umhverfismiðstöð sér umhirðu bæjarlandsins, en þá átt við götur og gangstéttar, garða og opin svæði. Meðal verkefna hreinsun, snjómokstur og hálkuvarnir, auk endurbóta og viðhalds. Eins sér umhverfismiðstöð nýframkvæmdir svo sem malbikun, auk ýmissa tilfallandi verkefna vegna þjónustu við bæjarbúa, stofnanir og fyrirtæki bæjarins. Rekstur strætisvagna Akureyrar heyrir undir umhverfismiðstöð með ferli þjónustunni og rekstur áhaldahús með öllum tækjum sem bærin á og notuð af umhverfismiðstöðinni. Stoðþjónusta umhverfis- og mannvirkjasviðs vinnur þvert á deildir og þjónusta rekstrardeildar, hönnun og mælingar og umhverfismiðstöð. Umhverfismiðstöð staðsett á Rangárvöllum. Starfsemin nú á 3 stöðum en til stendur að skrifstofa umhverfismiðstöðar að strætisvögnum Akureyrar undanskildum fari inn í Orkugarð þegar framkvæmdum við það hús lýkur. Jafnframt verður trésmíðaverkstæði fært til og byggt við efstu skemmin á Rangárvöllum vegna þeirra breytinga. Unnið að því í samráði við Norðurorku að finna framtíðarlausn á mannvirkjamálum umhverfismiðstöðvarinnar. Starfsemi skrifstofu er á 4. hæð í Ráðhúsinu en á sviðinu í heild starfa 104 einstaklingar. Slökkvilið Akureyrar samningsbundið til að sinna sjúkraflutningum á Akureyri og nágrenni. Mikil aukning hefur verið í sjúkraflugi undanfarin ár en það var slegið í fjölda ferða á síðasta ári. Flutningar með sjúkraflugi á árinu 2017 voru 876 og 2480 með sjúkrabílum. Myndin sýnir fjölda sjúkraflutninga á 10 ára tímabili, en á þeim tíma hefur aukningin í sjúkraflugi verið tæplega 80% og rúm 50% í sjúkraflutningum á landi. Forgangsflutningum hefur fjölgað annars vegar 71% með sjúkrabílum en 78% með sjúkraflugi. Mesta aukningin hefur samt verið í millistofnanaflutningum með sjúkraflugi eða 130%. Í kjölfarið hefur verið mikið álag á sjúkraflutningamönnum og rætt fjölgun í slökkviliði samhliða samningum við ríkið.
en nær einn starfsmaður er alfarið bundinn sjúkrafluginu á hverri vakt. Slökkvilið Akureyrar hefur tekið að sér þjónustu Vaðlaheiðargöng vestan megin gangna. Unnið að samningum við Vaðlaheiðargöng fjármögnun og búnaði og þjónustu við göngin og gengur svo vinna vel. Unnið að gera brunavarnaráætlunar og stefnt að því að klára hana fyrir mitt árið 2018. Akureyrarbær stendur framarlega í umhverfismálum þannig að tekið eftir. Stefnan að gera enn betur og taka forystu meðal íslenskra sveitarfélaga og setja okkur mælanleg markmið. Umhverfis- og samgöngustefna Akureyrarbæjar er mikilvægt stjórntæki þeirri vinnu og huga þarf að framfylgd hennar og endurskoðun. Þróunin er mikil og því mikilvægt að endurskoða alla tímasetningar árlega og einnig að verðmeta þær aðgerðir sem listar eru upp í stefnunni. Leggja þar áherslu á upplýsingagjöf til íbúa og virkja þá til þátttöku og athafna hvort heldur sem er með almennum fundum eða auðveldum og einföldum netaðgangi. Eins er mikilvægt að í öllum verkferlum, framkvæmda og reksturs eða viðhalds verði hugað að áhrifum á umhverfið. Við höfum stigið mörg mikilvæg skref í umhverfismálum og stefnum að því að gera enn betur. Við endurnýjun ökutækja hjá Akureyrarbæ er stefnt að því að aðeins skuli keypt ökutæki sem gengi geta á hreinum innlendum orkugjöfum. Stefnt er að því að allir strætisvagnar bæjarins skuli að hluta eða öllu leyti ganga fyrir vistvænu eldsneyti árið 2020. Metanstrætisvagn hefur verið í leigu frá miðju árið 2017 og hefur reynslan verið góð af vagninum. Ákvörðun hefur nú verið tekin að festa kaup á honum og 2 nýjum metanvögnum árið 2018 og 2019. Til að efla almenningssamgöngur og auka þjónustu við bæjarbúa eru strætisvagnar á Akureyri gjaldfrjálsir. Á haustdögum 2016 var nýtt leiðakerfi innleitt en unnin var mikil og góð vinna með bæjarbúum og reynt að koma til móts við þarfir sem flestra. Frekari lagfæringar voru gerðar á tímatöflu núna 1. febrúar síðastliðinn. Til að hækka enn frekar hlutfall bifreiða sem ganga fyrir vistvænum orkugjöfum hefur Akureyrarbær skilgreint svokölluð græn bílastæði í bænum. Stæði þessi eru hugsuð fyrir bíla sem uppfylla kröfur vistvæn orkugjafa og eru auðkenndir sem slíkir. Grænu stæðin eru við Glerártorg, Ráðhúsið, Skipagötu, við Bautan og Menningarhúsið Hof. Óhætt er að segja að sú stefna sem við settum okkur að sveitarfélagið væri í forystu á landsvísu í sorp- og úrgangsmálum miði vel áfram. Eitt af markmiðum umhverfis- og samgöngustefnunnar er að auka vitund íbúa verðmæti hluta og þau verðmæti sem geta leynst í úrgangi. Þau markmið sem og aukning í flokkun næst með stöðugri fræðslu til íbúa mikilvægi flokkunar sem og mikilvægi betri nýtingar. Samningur vegna sorphirðu rennur út á árinu en samningurinn er með möguleika á framlengingu. Unnið er að því þessa dagana að greina þá þjónustun sem veitt er bæjarbúum, kosti og galla hennar, auk þess sem skoðar eru möguleikar á öðrum útfærslum. Stofnar hefur verið vinnuhópur sem mun hefja störf þegar þessar upplýsingar liggja fyrir. Nýr svifryksmæli var keyptur árið 2017 með Umhverfisstofnun. Mælirinn var fluttur í Strandgötu í upphafi árs, en upplýsingar svifryk í andrúmslofti eru aðgengilegar á rauntíma hverju sinni á heimasíðu bæjarins. Farið var í hreinsunarátaki í Hrísey, þar sem tekið var til í eyjunni. Óæskilegum plöntum svo sem skógarkerli og lúpínu haldið niðri eins og kostur var. Skógarkerfill hefur verið sérstaklega erfið viðuregnar í Hrísey og því nauðsynlegt að verkefninu sé haldið áfram til að forðast frekari útbreiðslu á þessum vágest. Í eyjunum Grímsey og Hrísey er unnið að því að setja upp flokkunarstöðvar og afgirt gámasvæði. Í Grímsey var gengið frá listaverkinu Hring og kúlu eftir Kristinn Hrafnsson sem er nýtt kennileiti fyrir heimskautsbauginn og staðsetti norður á eyjunni. Einnig var sett upp annar listaverk rétt hjá Fiskey minnisvarðanum sem kallað er Súlan. Framkvæmdir í umhverfismálum hafa verið gríðarlega miklar á undanförnum árum og ber þar helst að nefna mikla uppbyggingu og viðhald í Kjarnaskógi þar sem gerðar hafa verið 2 strandlagsvellir, salernishús, grillhús, bifreiðastæði og fjölbreytt leiktæki hafa verið sett upp á svæðinu fyrir alla aldurshópa. Þá hafa verið gerðir stígar ásamt viðhaldi á núverandi stígakerfi. Á þessu ári verið settur upp nýr frisbjúvöllur í tengslu við núverandi völl á Hömrum og verður hann þá orðinn 18 körfur. Einnig stendur til að setja upp tilraunareit með hinum ýmsu klónum trjá- og runnaplantna í samstarfi við LBHÍ, Skógræktarfélags Eyfirðinga og Sólskóga.
Á tjaldsvæðinu var gerð bílabraut í stað þeirra sem var á Sundlaugasvæðinu og hjólabraut hefur verið lögð frá Hlíðarfjalli og suður í Kjarnaskóg og er hún mjög vinsæl. Útplöntun í græna trefilinn norðan Glerár hefur verið stöðug og er nú nauðsynlegt að skipuleggja svæði betur með tilliti til framtíðar útivistarsvæðis. Endurgerð allra leiksvæða bæjarins hefur staðið yfir undanfarin ár og er þeim nánast lokið. Opnu leiksvæðin eru 38 talsins. Þau eru langflest með vottuðum leiktækjum og undirlag en mikið fjármagn hefur verið lagt í þau undanfarin ár. Hverfisnefndir og hverfisráð hafa fengið fjármagn til hinna ýmsu framkvæmda og yfir flestum tilfellum gengið vel að nýta það fjármagn. Helstu verkefnin eru bygginga grillhúsa, framkvæmdir við útikennslustofu, kaup og uppsetning leiktækja, húsamerkingar, kaup á bekkjum og borðum, útplantanir, lýsing leiksvæða og fleira. Síðustu ár hefur verið unnið að mörgum verkefnum í lystigarðinum. Má þar nefna að gosbrunnur og bogatjörn voru múruð og máluð, steintjörnin var þrifin og grjót tekið. Nýjar ruslatunnur voru settar í garðinn og við suðurhlið garðsins var hjólaskýli sett upp. Bekkir í garðinum voru málaðir og endurgerðir. Rekstur Kjarnaskógar, Naustaborga og Eyrarlandsháls er í höndum Skógræktarfélags Eyfirðinga. Miklar framkvæmdir hafa verið í skóginum og hafa starfsmenn félagsins unnið við þær ásamt verktökum og starfsmönnum Akureyrarbæjar. Akureyrarbær hefur tekið þátt í Evrópsku samgönguvikunni undanfarin 5 ár. Samgönguvikan er átaksverkefni sem á að stuðla bættum samgöngum í borgum og bæjum í Evrópu. Markmið vikunar er að hvetja fólk til umhugsunar eigin ferðavenjur og virkja það til þess að nota almenningssamgöngur, hjóla eða ganga. Eitt af stóru umhverfisvænu verkefnum Akureyrarbæjar er Molta sem stofnuð var árið 2007. Molta tekur við lífrænum úrgangi og framleiðir jarðvegsbæti með miklum umhverfisávinningi. Í dag fæst Moltan endurgjaldslaust og hvetji því íbúa til að nýta sér það tækifæri. Vistorka tók til starfa árið 2015 og er eitt af þeim verkefnum sem við erum virkilega stolt af. Markmið Vistorku er að halda utan öll þau umhverfisvænu verkefni sem er í gangi, meðal annars stuðla að framleiðslu umhverfisvæns eldsneytis með sjálfbærri nýtingu hráefnis sem fellur til á svæðinu. Auk þess kanna félagið mögulega nýtingu á þeim hliðarafurðum sem framleiðslunni tengjast og með hvaða hætti nýting og samspil þeirra getur stutt við markmiðið. Í desember árið 2015 skrifaði bæjarstjóri undir yfirlýsingu sem ber heitið Compact of Mayors. Er ræða sameiginlega yfirlýsingu borgarstjóra heim allan vilja sinn til að draga úr losun gróðurhúslofttegunda, birta tölulegar upplýsingar frammistöðu viðkomandi borga í loftslagsmálum og setja markmið enn betri frammistöðu. Í síðustu viku var festa með kynningu á starfsemi sinni fyrir bæjarfulltrúa, en í framhaldinu þarf að taka ákvörðun hvor kosturinn verði valinn. Það er að segja festa sem snýst umhverfismál og kolefnisspor Akureyrarbæjar eða þá í rauninni verkefni sem fer út fyrir landsteinana. Þjónustustigi í snjómokstri á göngustígum í kringum skóla hefur verið aukið með það að markmiði að auka öryggi barnanna okkar. Þetta hefur vakið mikla ánægju meðal bæjarbúa, auk þess að nú er aðgengilegt á vef bæjarins kort sem sýnir forgangsröðun í snjómokstri. Á seinasta ári voru gerðar skoðanakannanir ýmsa þjónustu sviðsins, eins og leiðakerfi strætisvagna Akureyrar, sorphreinsun, snjómokstur og hálkuvarnir, hreinsun gatna og svifryksmengun. Samandregið má segja að íbúar séu sáttir við þá þjónustu sem bærinn býður upp á. Framkvæmdir á árinu 2018 samkvæmt framkvæmdayfirliti Akureyrarbæjar er áætlaðar 2,2 milljarður. Þar af eru áætlaðar 1200 milljónir í framkvæmdir við fasteignir og kaup á búnaði, 120 milljónir til tækjakaupa og 900 milljónir í framkvæmdir við götur, stíga og bílastæði. Fer ég hér yfir helstu framkvæmdir í götum, stígum, umferðarmálum, umhverfismálum og fasteignum. Listinn vegna fyrirhugara framkvæmda í eignasjóði gatna á árinu 2018 er langur, en má þar meðal annars nefna Austurveg í Hrísey, en endurgera þar veginn ásamt því að leggja bundið slitlag á hann og nokkrar aðrar götur í Hrísey. Lækjargata, en þar eru undirbúningur og hönnun áætluð á árinu. Er ræða 400 metra langa gamla malargötu sem þarf að byggja upp og malbika, en einnig þarf að leggja stíg og opnu svæði meðfram götunni. Kaldbaksgata, en þar er endurnýjun götu að hluta ásamt malbikun.
Þingvallastræti, Miðhúsabraut, Hringtorg en farið verður í undirbúning og hönnun á árinu. Leikhúsbrú. Ákveðið var á vordögum 2017 að fara í smíði leikhúsbrúar sem brú á Drottningarbrautastíg austan við leikhúsið. Nýja brúin mun setja svip sinn á Akureyri enda stóra og áberandi framkvæmd að ræða. Verkefni á sér nokkuð langan aðdraganda eða til ársins 2013. Hugmyndin að skapa hlýlegt umhverfi fyrir íbúa og gesti til að staldra við og njóta nálægðar við pollinn. Staðsetningin með þeim hætti að hún skapar áhrifaríkt samspil með listaverkinu Siglingu, auk þess sem samkomuhúsið í bakgrunni. Brúin verður 86 metra löng og jafn breið og stígurinn sitt megin við. Hún verður yfirbyggð á 15 metra kafla þar sem hægt verður að fara út á svalir að austan og vestan til að njóta útsýnisins án þess að trufla hjólandi eða gangandi umferð. Allt efni í brúna valið með það í huga að mannvirki geti staðið traust og lengi við ströndina. Þá verður brúin upplýst á svipaðan hátt og fjörustígurinn. Talið að nafni á brúna hafi verið valið til heiðurs leiklistinn á Akureyri og því sé nafni Leikhúsbrúin, en þess ber þó að geta að enn á eftir að gefa brúnni formlegt heiti, einungis að ræða vinnuheiti. Drottningarbrautastígur til suðurs. Vinna við stíginn sem liggur frá hjartaplani við flugvöllinn og að sveitarfélagsmörkum með tengingu upp í Kjarnaskóg hófst árið 2017 sem fólst í undirbyggingu stígsins. Vinna við malbikun og fínfrágang ásamt uppsetningu á gangbrautaþverun við Eyjafjarðarbraut verður unnin árið 2018. Eyjafjarðarsveit vinnur einnig við stíg sem nær frá sveitarfélagsmörkum og inn á Hrafnagil og stefna þeir á fínfrágang og malbikun árið 2018. Verður þá til 12 km löng samfelld malbikuð stígaleið frá miðbæ Akureyrar og inn á Hrafnagil. Hönnun á nýju Ráðhústorgi var sett af stað sumarið 2017 og verður haldið áfram með hönnun upp úr þeim hugmyndum á árinu. Unnið var við breytingar á göngugötunni sumar og haust 2017 þar sem lýsing var endurnýjuð og komið fyrir nýjum áningastöðum með gróðri, hlöðnum veggjum ásamt nýjum rusladöllum og bekkjum. Markmiðið með endurbótunum að skapa hlýlegra yfirbragð í miðbænum okkar og samræma útlit á þeim göngugögnum sem þar komið fyrir. Hönnunin var unnin með tilliti til óska íbúa grænni miðbæ og eins í góðu samráði við miðbæsamtökin. Sett var upp umferðarstýring eða svokallaðir pollar í suðurenda göngugötunnar sem auðveldar alla stýringu þegar sumarlokanir byrja samkvæmt þeim verklagsreglum sem hafa verið við lýði síðustu 2 sumur. En þess ber að geta að mikil almenn ánægja rekstraraðila í bænum með þessar framkvæmdir. Umferðaröryggismál. Umferðaröryggisátak með Vegagerðinni. Vegagerðin og Akureyrarbær hafa unnið að umferðaröryggismálum á þjóðveginum síðastliðin 2 ár og sú vinna mun halda áfram árið 2018. Ýmsar úrbætur við nokkur gatnamót hafa verið boðin út og vinna við endurbætur hafa verið boðnar út og hefjast framkvæmdir leið og veður leyfir. Sem dæmi verða sett upp umferðarljós við Sjallagatnamótin á mótum Gránufélagsgötu og Glerárgötu. Gönguleiðir lagfærðar, vasar og hljóðnappar á öðrum umferðarljósum verða bætt og breytt auk fleiri aðgerða. Síðuskóli. Unnið því að bæta umferðaröryggi í bænum og einn liður í því verki að fara yfir leiðir barna að og frá skólum. Framkvæmdir til að bæta umferðaröryggi við síðuskóla í vinnslu. Ræða fjölgun gangstétta, fjölgun gangbrauta, lýsingu og hraðahindranir á svæðinu ásamt því að breyta innkeyslunni inn á lóð skólans. Grendarvöllur fyrir sorpafærður og staðsettur við búðina á horni Borgarbrautar og Hlíðarbrautar. Þessum framkvæmdum lýkur nú í sumar. Eignasjóður fasteigna. Fyrirhugað framkvæmdir í eignasjóði fasteigna á árinu 2018 eru margar og sumar hverjar ansi viðamiklar. Fræðslusvið hefur verið unnið þarfagreiningu fyrir breytingar og stækkun á Glerárskóla með það fyrir augum að byggja upp húsnæði sem rúmar skóla og leikskóla. Samhliða þeirri vinnu verður innra skipulag skólans og íþróttamannvirkja skoðað og lausnir fundnar til að tengja nýbyggingu með góðum hætti við eldri byggingar. Hefja á undirbúning vegna framkvæmda við breytingar á húsnæðinu og viðbyggingu þar sem koma á fyrir meðal annars 6 deilda leikskólabyggingu. Á Glerárskóla Reit gert ráð fyrir heildrænni þjónustu leik- og grunnskóla
sem starfa í nánu samstarfi og samnýta húsakost þar sem við á, svo sem stjórnunarálmu, skólamötuneyti, kaffistofu starfsmanna, íþróttaaðstöðu, sundlaug og hátíðasal sem þjónustar einnig íbúa. Á árinu 2018 mun verða unnið frekara þarfagreiningu, hönnun og undirbúningi framkvæmda. Einnig verður farið í endurbætur á íþróttahúsi Glerárskóla, þar sem endurnýjun verður á gólfi og hljóðmál bætt. Hlíðarskóli er mikilvæg þáttur í þjónustu við grunnskólabörn á Akureyri. Mikil þörf er fyrir þá sértæku þjónustu sem þar er veitt. Því er mikilvægt að bregðast við og gera endurbætur á því húsnæði sem er til staðar svo hægt sé að nýta það til fulls. Haustið 2017 var hafin vinna við lóð sunnan við Naustaskóla. Við Naustatjörn á að fjölga bifreiðastæðum og er stefnt að því að þeim framkvæmdum ljúki í ár. Við framkvæmdir á lóð Naustaskóla er hugað að því að lóðin sé gerð með þeim hætti að hún nýtist vel til leiks og samveru. Tæki og búnaður er valin af kostgæfni þar sem hugað er að notkunarmöguleikum og góðri endingu. Hellulögn verður samlíkjandi frá inngarði og meðfram allri suðurhliðinni sem tengist í hellulagt samkomutorg. Undir leiktækjum verður sett gervigras og gúmmíhellur. Gras og hellur þjóna fallvörn. Einnig á að móta land í hól og hæðir sem nýtast til leikja og hægt sé að renna sér þegar það snjór. Hugað er að aðgengi fyrir alla í hönnuninni og eru verklok fyrirhuguð sumarið 2018. Stefnt er að því að hefja endurnýjun á gervigrasi og innfyllingarefnum á gervigrasvöllum við skóla. Verkefni skiptist milli áranna 2018 til 2020 og er unnið samhliða viðhaldsáætlunum vallana. Samgöngumiðstöð, en þar er í gangi þarfagreining, staðarval og hönnun. Smá íbúðir, lóðarval, undirbúningur og framkvæmdir við 2 hús verður í gangi. Skipulagsdeild vinnur að því að finna staðsetningu með búsetudeild. Bygging 6 íbúða fyrir fatlaða við Klettaborgar í hönnun og er litið til Borgargils í þeirri vinnu. Áætlar að bjóða verkið út á haustdögum 2018. 2 stærstu verkefnin í eignasjóði fasteigna er án efa framkvæmdir við Sundlaug Akureyrar og Listasafnið. Á árinu 2011 kom fram hugmyndum að tengja saman Listasafn og Ketilhús. Markmiðið er að gera sýnilegt að eina stofnun sé að ræða og eins er talið að með því móti sé hægt að hagræða í rekstri safnsins. Lengi hefur staðið til að taka efri hæðir hússins undir starfsemi Listasafnsins, enda býður 4. hæð hússins upp á mikla möguleika fyrir safnið. Þar sem rýmin sem þar er að finna eiga sér varla hliðstæðu hér á landi og mun stækkunin því setja Listasafn Akureyrar í einstaka stöðu meðal safna á Íslandi. Komin var tími á endurbætur á húsnæðinu þar sem það uppfyllt ekki kröfur meðal annars eldvarnir og aðgengi fatlaðra. Eins var komið tími á alla lagnir í húsnæðinu svo sem upphitun og loftræstingu. Með framkvæmdinni fáum við salernisaðstöðu sem vantað hefur í dágóðan tími í bæinn og er kærkomin viðbót við þá aðstöðu sem fyrir er í hofi. Búið er að auglýsa eftir áhugasömum aðilum til að koma að rekstri kaffihússins í Listasafninu og er greinilegt að margir hafa áhuga á verkefninu. Yfir 25 aðilar hafa sótt sér upplýsingar og verður gaman að sjá hver hlýtur verkefni. Framkvæmdir við sundlaugin á Akureyri hófust í október 2016. Er að ræða framkvæmdir við 3 rennibrautir, stigahús, stækkun á lendingarlaug, fjölnótaklefa, kaldan pott, tæknirými auk ýmissa viðhaldsverkefna sem kominn tími var á. Pottasvæði í sundlaugin er full nýtt eins og það er í dag og eins nýtist legupottur í núverandi mynd ekki nema hluta úr ári. Vegna vandamála í kælingu var tekin ákvörðun að byggja sambiða nuddpott og leiklaug samhliða framkvæmdum við rennibrautir. Vinna við potta og forslaug er enn í vinnslu ef vonast er til að veðrið verði okkur hliðstætt og við náum að ljúka framkvæmdum sem allra fyrst. Með þessari framkvæmd hefur aðsókn í sundlaugina stór aukist og tekjur samhliða því. Samþykkt var að jarðvegsskipta utan framkvæmdasvæðisins við Sundlaug Akureyrar til að skapa aðstöðu fyrir verktaka, en einnig möguleika á að koma upp leikjasvæði fyrir börn og sólbadssvæði. Unnið er að hönnun svæðisins og framkvæmdir við stóðvegg á lóðamörkum er í gangi. Áætlað er að framkvæmdum ljúki á svæðinu í júní 2018. Nökkvi, þjónustuhús. Uppbyggingarsamningur var gerður á milli Akureyrarbæjar og Nökkva árið 2014 til ársins 2018. Samningurinn tók til uppbyggingar á bátaskili og framkvæmda á félagssvæði Nökkva við Drottningabraut á Akureyri.
Fyrirhugað að skipta framkvæmd upp í 2 áfanga, bátaskýli og þjónustuhús. Vegna staðsetningar þurfti að setja farg á landfyllinguna sem áætlað að byggja bátaskýlið á. Áætlað var að fargið á landfyllingunni í 6 mánuði eða þar til sig myndi stoppa. Sigið hefur hins vegar verið meira og tekið lengri tíma en áætlað var og því hefur framkvæmdum seinkað. Sökum þessa eru hönnur með í skoðun að grundahúsi á Súlum. Reiknaði með að framkvæmdir hefjist við bátaskýli á haustdögum 2018 og klárist á árinu 2019. Eins og þið heyrið eru verkefni framundan ærin, en einnig er gott á þessum tímapunkti að líta aðeins yfir farin veg. Á undanförnum 4 árum hefur meirihlutinn staðið fyrir mörgum, stórum og mikilvægum verkefnum fyrir bæjarfélag okkar og eru sum þeirra enn í gangi. Má þar helst nefna Bogann, en skipt var gervigras í húsinu. Framkvæmdum við 6 íbúða þjónustukjarna í Borgargili var lokið. Byggingu við íþróttahús og kennaraálmu Naustaskóla. Skipt var plötu í skautahöllinni. Framkvæmdi við sundlaug og uppsetningu nýra rennibrauta, lendingalaugar, heitra og kaldra potta sem og frágangi og sundlaugarði líkur í vor. Farið var í endurgerð á Þórunnarstræti 99 og var kjallari kláraður sem félagsaðstæða fyrir skátana. Og svo var meðal annars reist þjónustuhús á Tjaldsvæðinu og Hömrum. Á kjörtímabilinu hefur leiguíbúðum verið fjölgað 19, auk þess sem þjónustuhúsnæði fyrir fatlaða í Skógalundi var keypt á árinu 2017. Drottningabrautastígur áberandi verkefni sem vel hefur tekist til með. Unnið hefur verið við frágang, en hafin bygging brúar og lenging stígsins eins og áður hefur komið fram. Frágengin stígur mun ná frá Torfunesbryggju inn í Kjarnaskóg og að Eyjafjarðarsveit í sumar. Sett var upp hringtorg á gatnamótum Borgarbrautar og Bugðusíðu til að bæta umferðarflæði við gatnamótin. Á tímabilinu var unnið við gerð fjölmargra stíga og mætti þar helst nefna áðurnefndan Drottningabrautastíg, Rangárvallastíg, útivistarstíg í gegnum Golfvöllinn, reiðleið í gegnum Naustaborgir og áfram á Telja. Breyting var gerð á götunum við Jaðarstún og endurgerð á beygju við Golfvöllinn sökum mikils landsigs. Unnið hefur verið að gatnalýsingu í bænum. Á tímabilinu hófst LED-væðing götuljósa samkvæmt ljósvistaskipulagi Akureyrarbæjar. Unnið hefur verið að ýmsum úrbótum vegna umferðaröryggismála á þjóðveginum í samstarfi við Vegagerðina til að bæta öryggi gangandi og gera gatnamót öruggari sem og bæta flæði þeirra. Árið 2015 hófust framkvæmdir við undirbyggingu gatna, bílastæða og gangstétta við Austurbrú. Frágangur svæðisins hefst í sumar samhliða frágangi og húsbyggingum sem það rísa. En þegar þeim framkvæmdur lýkur munu vera 90 bílastæði fyrir bæjarbúa og gesti. Hofsbót Torfunef. Árið 2016 var farið í framkvæmdir við 2 landfyllingar ásamt brimvarnargörðum við átak og við Torfunesbryggju til að útbúa lóðir fyrir hafnsækna starfsemi. En þegar þeim framkvæmdur lýkur gerum við ráð fyrir 45 nýjum bílastæðum. Framkvæmdir við gatna- og stígagerð við íbúahverfið sem gengur undir nafninu Hagar hófust árið 2015 og mun þeim framkvæmdum ljúka árið 2019. Á tímabilinu hefur verið unnið að malbyggun gatna, gangstétta og stíga ásamt frágangi á grænum svæðum í hverfinu. Þetta verkefni er stærsta verkið í gatnaframkvæmdum næstu árin, en heildarverkefni mun kosta 1000 milljónir með hluta veitufyrirtækja og með loka frágangi. Loka frágangu getur þó tekið 5 til 10 ár sem mun ráðast af byggingarhraða verktakans. Framkvæmdir hófust nú í janúar og hluti lóða verða byggingahæfar miðjan ágúst 2018, en verklok er eins og áður sagði áætluð í árslok 2019. Við framkvæmdir sem þessar er í mörg horn að líta og ég vil nýta tækifærið og þakka öllu starfsfólkinu sem hafa komið að þeim. Þó sérstaklega vil ég þakka Guðríði, sviðsstjóra umhverfis- og mannvirkjasviðs fyrir ánægjulega og góða samvinnu. Ég vil einnig þakka samstarfsmönnum mínum í ráðinu, þeim Sæbjörgu Silvíu Kristinsdóttur, Eiríki Jónssoni, Þorsteini Hlyn, Gunnari Gíslasyni og Hermanni Arasyni, en við höfum átt mjög gott samstarf í ráðinu. En nú læt ég máli mín lokið í bili og hlakka til umræðnanna. Takk kærlega fyrir. Þetta er máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu Ísaksen fyrir magnaða ræðu. Ég tek bara hreinlega ofan fyrir henni hvað henni tókst vel að halda þræði í þessari löngu samantekt sinni eða stefnuræðu sinni hér. Svona í upphafi þá langar mig til að aðeins að nefna það hvort að það væri ekki gáfulegt þar sem að við erum með mjög misvíða mikil svið að ræða það aðeins líka hvort það veri skynsamlegt eins og með þetta svið að skipta stefnuræðinni til dæmis upp í tvennt. Þetta gríðarlega víðamikill málaflokkur og það verður ekkert einfalt að taka kannski á öllum þeim atriðum sem menn vildu gjarna ræða hérna þar sem við erum í raun með 3 meginflokka undir sem eru hinar almennu framkvæmdir, það eru byggingar, húsnæðismál og svo það hins vegar umhverfismál. En þetta svona núna, en þetta bara svona hugmynd sem ég legg inn til hópsins hvort að þetta gæti verið skynsamlegt svona til þess að afmarka umræðuna aðeins. Ég get tekið undir margt af því sem hér kemur fram og undir orð bæjarfulltrúa Ingibjargar það að við höfum átt að mörgu leyti ágætis samstarf í umhverfis- og mannvirkjaráði allavega þann tíma sem ég hef setið þar og heilt yfir að þá svona tekst okkur nú yfirleitt að ræða okkur niður á niðurstöðu þó okkur greini á einstaka atriði. Og ég ætla nú kannski bara að koma inn á nokkur atriði sem að ég ætla nú bara að horfa á sem ábendingar ef eitthvað en svo náttúrulega hitt að við höfum verið að ganga í gegnum mikla breytingar með sameiningu sviða og umhverfis- og mannvirkjasvið orðið mjög víðamikið svið og það hefur alveg augljóslega tekið heilmikið á starfsmenn og stjórnendur að vinna að því að sameina sviðið þannig að úr verði ein heild. Og það nú held ég að takast en hefur augljóslega tekið á og það kannski hefur svona markað starfið að einhverju leyti. Ég vil bara þakka fólki fyrir að hafa fyrir þá vinnu og það álag sem því hefur fylgt. Það hefur verið nokkuð. En aðeins kannski umhverfismálin, það náttúrulega að því að ég vil fyrst og fremst ræða stefnu en ekki það sem við erum búin að gera. Við stöndum vissulega framalega umhverfismála, það alveg klárt mál. Ég held að við höfum öll séð það þegar við komum til Reykjavíkur, hittum borgarsveit Reykjavíkur og áttum með þeim dag í fyrra þar sem áhersla var meðal annars á umhverfismál og mín tilfinning var bara og ég held að fleiri hafi upplifað það að við erum bara ljósárum á undan mörgum hvað þetta varðar. Og við erum komin í sjálfu sér mjög langt á þessu sviði í mörgum atriðum en við þurfum að gæta okkur að því að halda áfram. Þetta ekki nema hálfunni verk í sjálfu sér. Við vorum í morgun að byrja að skoða til dæmis núna samningin sorphirðuna og það eitthvað verkefni sem við þurfum að leggjast núna dálítið yfir og skoða hvernig hefur gengið og hvort að við þurfum að gera einhverja breytingar þar á og það bara býsna stórt verkefni. Ég held að við allir verið sammála það að stærsta málið þar að sjálfsögðu að draga sem mest úr því sorpi sem kyrrt til urðunar. Við þurfum að endurnýta það sem mest og þá spurningin hvernig ætlum við að standa þessari flokkun. Þannig að þetta býsna stórt verkefni. Nú, umhverfismál sem snúa síðan að við getum bara loftmengun og þar kemur margt til, það svifryksmengun og önnur slík mengun sem að við stöndum frammi fyrir, hljóðmengun. Þetta allt stóru verkefni sem á eftir að vinna næstu ár. Við erum með skýrslu núna, til dæmis varðandi svæði og Akureyri sem þarf að huga hvað varðar hljóðmengun frá umferð. Það bara töluvert verkefni. Það nýbúið að færa þennan mæli sem var nú á umdeildum stað. Það spurning hvort að svifryksmengun minnkar þegar hann kominn í strandgötu. Ég hef ekki hugmynd það verður bara gaman að fylgjast með því.
Ég tók eftir því að í skoðanakönnun sem var gerð síðastliðið vor af Rannsóknarstofnun Háskólans fyrir umhverfis- og mannvirkjasvið að þá eru mjög fáir sem kvarta undan svifryksmengun sem slíkri í þeirri skoðanakönnun. Það fannst mér frekar athyglisvert. En það er bara verkefni samt sem áður sem við þurfum að vinna og tengi síðan því hvernig við viljum hálkuverja götur. Og ég allavega les það út úr þeirri skoðanakönnun að þar séu nú langstærstu hlutin á því að það er bara nota sand en ekki salt. Ég get ekki lesið annað út af því og það er eitthvað sem við þurfum að skoða og vonandi er að koma ný efni sem geta leyst þetta salt af hólmi ef að það er svo nauðsynlegt. Ég hef löngu sagt það að salt vil ég ekki sjá í þessum bæ. Nú, við höfum verið að endurnýja strætisvagna eins og hefur komið fram, við höfum endurnýja tæki og tól og þetta hefur allt saman verið lögð áherslu á að vera með umhverfisvæna orkugjafa og það er að sjálfsögðu það sem við höfum að gera því við höfum að ganga undan með góðu fordæmi. Það eru gríðarlega miklar framkvæmdir í gangi en þeir eru kannski ekki rosalega fjárfrekar margar þeirra en þær eru margar og það er nú farið yfir þær allflestar hérna og ég held við séum nú sátt við þær, sátt þær nánast allar. Það er náttúrulega komið hérna fram í umræðum að menn eru ekki sáttir við það kannski stjórnendur og starfsmenn að fá ekki meira í viðhald gatna og húsa en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við þurfum að takast á miðað við það ramma sem við höfum og þar fjárveitingar sem við höfum. Ég held að það sé nú verið að stíga alveg ágætt skref í þá veru að sinna þessu ágætlega og það er bara vel. Hins vegar var talað hérna nokkra stóra framkvæmdir og mér langar aðeins að ræða þær eilítið. Fyrsta lagi þá hefur við ekki verið kannski í miklum fjárfestingum undanfarin ár miðað við það sem við vorum árinu undan. Og það er líka bara vel vegna þess að það hafa verið mikla framkvæmdir í gangi í bænum sem hafa ekkert snúið að bænum í sjálfu sér. Þetta eru þá byggingar íbúðarhúsnæðis og þar fram til götum. Þannig að verktakar hafa verið býsna uppteknir og það hefur gengið illa að fá tilboð í verk. Og þess vegna var kannski spurningin sem við þurfum bara kannski að læra af. Var ástæða til að fara í listasafni á þeim tíma sem að fara í það. Ég set stórt spurningamerki við það. Og við stóðum hins vegar frammi fyrir því í sundlauginni að það var nú skoðað hér upphafi kjörtímabils hvort það væri hægt að komast undan þessu samningi með rennibrautirnar en það reyndist ekki hægt nema með miklu tilkostnaði og þá var ákveðið að taka þær inn og fara í það framkvæmdir. En það sem er athugavert við þessar framkvæmdir, allar, listasafni, sundlaugina og Naustaskóla, lóðina, sem dæmi, það er þessar kostnaðaráætlanir sem eru samþykktar hér og ekkert endilega í samræmi við þær kostnaðaráætlanir sem liggja fyrir af hálfu stjórnenda og starfsmanna. Og mér langar bara til að benda á það að þetta er kannski eitt af því sem við bara þurfum að taka og laga hjá okkur. Við ræddum það þessi umhverfis- og mannvirkjasviði núna bara á síðasta fundi þegar við vorum að ræða sundlaugagarðinn. Það náttúrulega hlaut að liggja fyrir að þegar rennibrautirnar gátu ekki farið á sama stað og snúið eins og gamla rennibrautin, það lá fyrir að það yrði að fara í sundlaugagarðinn í kjölfarið. Þá hefðum við náttúrulega átt að stoppa og veltaði fyrir okkur, hvað þarf þá að gera? Hver verður þá heildarkostnaðurinn? Þetta lítur ekkert vel út þegar við erum að gera þetta í þessum bitum. Þetta kostar þetta meira og kostnaðaráætlunin hefði það verið hærri, en það er bara eitthvað sem við erum að horfast í augu við áður en til framkvæmda kemur. Og það var mjög sérstakt með Naustaskólalóðina að áætla 60 milljónir í lóðina, fá síðan hönnun upp á 120 milljónir og ákveða svo að framkvæma fyrir 100. Og ég velti því að fyrir mig ef við ákveðum einhverja fjárhæð í eitthvað verkefni, er þá ekki bara rétt að segja við viðkomandi aðila, því hann er bara lóð sem kostar 60 milljónir. Sú lóð hefur nú ekki verið merkileg held ég, en það er annað mál. Og listasafni hef ég nú oft rætt hvað þetta varðar. Þegar rætt var hérna 400 milljónar, þá lá fyrir hönnun upp á 550 ef ég man rétt og minnisblað upp á það og eitthvað í þá veruna.
Og þetta náttúrulega bara eitthvað sem að ég segi, við verðum að læra þessu. Hlutirnir, við verðum bara að horfast í augu við veruleikann eins og hann og bregðast við því þar. Og þetta eitthvað sem ég tel að sé bara tiltölulega auðvelt að ráða við. Annað sem ég langar til að minnast á hérna og bara velta inn, það í fyrsta lagi miðbærinn. Við erum all, held ég, og ég hef ekki heyrt neitt mæla gegn þeim breytingu sem verið að gera í miðbænum. Ekki neitt. Bara flottar hugmyndir og ég held að sé bara mjög mikil sátt það sem verið að gera. Ég ætla bara að minna á að þessar framkvæmdir sem eru mjög góðar og ég tek undir og sammála, þær eru hins vegar ekki í samræmi við það miðbæjarskipulag sem í gildi. Og það eitthvað sem við hljótum þá bara að taka upp og bara því besta mál. Það sama á við umferðaröryggisátak með vegagerðinni. Þar verið að fara í verulegar bætur á umferðarmálum á Glerárgötunni sem slíkri og það ekkert endilega í samræmi við miðbæjarskipulagi heldur, sem bara allt í lagi að mínu viti. Ég vil svo og ég mjög ánægður hins vegar með þær umferðaröryggis úrbætur og tillögur sem í gangi núna varðandi skólana og ég held að sé komin tíma að það við klárum þau mál, bæði Síðuskóla, Giljaskóla og aðra skóla og það bara eitthvað sem við munum og ég veit allir sammála að vinna að og bara hið besta mál líka. En varðandi samgöngumiðstöðina, þá ræddum við það aðeins í fjárhagsáætlunarvinnunni ef ég man rétt og það bara orðið afar mikilvægt að við förum að finna samgöngumiðstöðinni stað og leysa úr þessum hnút sem að það mál í. Mínu viti alveg óviðunandi að á skiptistöð í miðbænum miðja vetur sé í raun engin inni aðstaða fyrir farþega. Ég held að geti allir verið sammála það að það ekki gott mál. Þannig að það verkefni sem við verðum bara að fara að finna eitthvað flöt á og leysa. Ég veit ekki annað en að við séum öll sammála það. Svo aðeins Nökkva þjónustuhúsið. Ég vil sé allir sammála það að fara í þetta hús. Og allir sammála það að þetta hús þurfa að vera myndarlegt eða þetta þarf að vera þannig hús að það sómi sér vel því að þetta áberandi staður. En það sem ég hef aðeins verið að velta fyrir mér og spurning hvort aðrir taka undir, það hvort það sé skynsamlegt að áfangaskipta þessu húsi. Ég ekkert endilega viss það. Við erum að tala að byggja þarna bátaskýli fyrst. Það nær götunni og síðan meiningin að byggja síðar þá félagsaðstöðuna sem nær sjónum. Þar að segja ef við förum í þær byggingaframkvæmdir þá þurfum við að athafna okkur yfir þjónustuhús og yfir svæðið sem að þá athafna svæði klúbbsins og starfseminnar. Og þá veltir maður fyrir sér líka kostnaði við svona áfangaskiptingu. Getur verið að kostnaður við svona áfangaskiptingu verði miklu meiri í raun heldur en nokkuð tíðan þá, við skulum bara segja lántökukostnaður ef við förum í verki bara í heild sinni. Og skiptir það öllu máli fyrir bæinn hvort við tökum þetta í einum áfanga eða tveimur, svona fjárhagslega. Ég bara velti því upp og mér finnst þið þurfa aðeins að ræða það hér. Við höfum aðeins tekið umræðum í umhverfis- og mannvirkjaráði, sitt sýnis hverjum í sjálfu sér. En þetta eitthvað sem ég held við ættum að velta mjög alvarlega fyrir okkur og ekki kannski síst í ljósi þessa húsið eða landið sígur þarna endalaust og það þarf þá sennilega að breyta eins og kom fram í stefnuræðin áðan. Það þarf þá eitthvað að gera þetta öðruvísi með grunninn. Svo ætla ég ekki að hafa mörg orð í sjálfu sér afreka lista meirihlutans sem tekin fyrir restina.
vegna þess að margt af því sem þar var talið upp hefur náttúrulega verið gert vissulega en kannski var tekin ákvörðun áður og við erum svo sem öll sammála en þetta svo sem það sem hefur verið gert og framkvæmt á þessum tíma og allt í góðu með það. Ég ætla bara að ítreka það skoðun mína að þrátt fyrir að við séum að vinna mörguleyti mjög vel saman í umhverfis- og mannvirkjaráði þá þurfum við að endurskoða mínu viti það hvernig við tökum pólitískar ákvarðanir kostnaðar mat á verkefnum og færa það kannski til betri vegar. Ég geti örugglega að tala hérna í klukkutími viðbót en ég ætla nú ekki að þreyta ykkur á því núna. Kannski kemur upp aftur og eftir en ég bara ítreka það sem ég sagði hérna í upphafi að ég held að væri gáfulegt að skipta þessari umræðu tvennt. Og ég bara lýsi enn og aftur aðdáun minni á lestrarhæfni bæjarfulltrúa Ingibergar Ísaksen. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kemur stundum fyrir að ég lendi í svona aðstæðum þar sem ég finnst svona eins og lífsgleðin svona fjari út. Ég er ekkert að segja að það hafi verið að gerast rétt áðan, en ég bara að segja að það gerast stundum. Og þá stundum ímynda ég mér ekki að sé einhvers staðar þar sem sko svona ferskt loft og fuglasöngur og gras og náttúra og mér líður strax betur. Og það svona eiginlega ástæðan fyrir því að mig langar til að tala bara umhverfismál hérna núna. Og mig langar til að segja, bara svo ég segi það strax, að ég held að við höfum gert mistök þegar við gerðum breytingar á stjórnskipulaginu okkar og ég held að við höfum gert mistök með því að leggja niður umhverfisnefndina. Og ég ætla nú að taka undir með bæjarfulltrúa Gunnari að ég held að starfsfólk og stjórnendur á núverandi umhverfis- og mannvirkjasviði hafi bara staðið sig gríðarlega vel í að sameina þetta svið. Og ég held að það hafi ekki verið mistök að sameina þetta svið. Ég held að það hafi verið mistök að leggja niður nefndina þar að segja þennan pólitíska umræðuvettvang sem að þarf að vera til þess að við höldum áfram að standa okkur vel í umhverfismálum. Mér fannst það bara mjög ljóst bara af ræðu formanns umhverfis- og mannvirkjaráðs að það er ekki áhersla á umhverfismál. Ég hefði viljað heyra plast. Ég hefði viljað heyra af hverju var ákveðið að taka ekki þátt í plastlausum september, heldur var eftir því sem að ég fékk upplýsingar ákveðið að fara í okkar eigið átak. Ég hefði viljað heyra meira svifryk, skolpmál, sorpmál, eyðingu ágengra plantna, Glerárdals fólkvang, Krossanesborgir, Naustaborgir, Kjarnaskóg, Glerárdalinn. Ég hefði gjarnan viljað heyra meira samgönguvikuna og kannski hvernig við sjáum hana fyrir okkur þróast. Mér finnst hún ekki hafa einhvern veginn og kannski það bara að fara fram hjá mér en ég myndi vilja sjá einhvern veginn meira unnið með hana. Og mér langar kannski að því við erum náttúrulega nýbúna eða svona tiltölulega nýbúna að samþykkja umhverfis- og samgöngustefnu sem við samþykktum í desember 2016 og þar til dæmis dálítið af verkefnum sem átt að ljúka 2017, þannig ég ætla kannski bara svona að nota tækifæri því við erum að tala þetta og renna yfir þau og ekki bara þau sem átt að ljúka
2017 heldur bara svona aðeins að renna yfir þessa umhverfis- og samgöngustefnu. Þar var til dæmis ein aðgerð sem var að setja upp skilti sem að vekja athygli á svifryksmengun af notkun nagladekkja. Þetta var verklok 2017. Svo var svolítið gott göngu- og hjólreiðastíga, þar sem gerði verði reiðhjólabrautir og hjólareinar með það markmið að aðskilja gangandi og hjólandi umferð á stoppbrautum. Við myndum vilja heyra, það er reyndar ekki verklok fyrir 2025, en myndi gjarna vilja heyra svona hvar það er og hvað er verið að hugsa. Og sama síðan er aðgerð sem varðar merkingar á götum, það er að segja að götur verði merktar sérstaklega með hjólareinum. Það er semst til þess að aðskilja gangandi, hjólandi og akandi umferð. Gjarna vilja aðeins heyra það. Og eins vottunina, hjólreiðavænt samfélag, hver er staðan á því? Það búið að koma inn á samgöngumiðstöðina. Ég tek undir það þarf eiginlega að fara að klára það mál. Ég hélt reyndar að það hefði verið búið að ákveða stað og það þurfti ekkert að endur ákveða hann eitt. Það að ýta undir flokkun og til dæmis með því eins og kemur fram í umhverfis- og samgöngustefnunni að setja aðvörunina miða á þær tunnur sem ekki er flokkað í, uppfylli viðkomandi ábyrgðaraðili ekki skilyrðum flokkunum eftir aðvörunar miða fær viðkomandi sekt. Þetta er verklok 2017. Það var svona bara aðtúa stöðun á þessu. Taka þátt í evrópsku nýtnivikunni 2017. Ég hef ekki heyrt það, þannig að kannski bara heyra eins það. Plastpókalaus Akureyri, þar er verklok 2020 sem að snýr samt bara að því að hætta að nota burðaplastpóka. Ég held að það sé bara allt og lítið lélegt markmið. Það er bara að gera eitthvað miklu meira í plastnotkunni heldur en bara burðapóka. Það er eitthvað sem ætti náttúrulega bara að vera löngu komið og ekki svona neitt háleitt markmið að ná því fyrir 2020 finnst mér. Svo vitundavakning gegn því að henda rusli á almannafæri. Það átti að vera verklok 2017. Upplýsingagjöf til íbúa fatasöfnun. Það var 2017 líka. Lágmarka fjölpóst átti líka að græja fyrir 2017. Og gangast fyrir markvissu átaki almenningssamgöngumálum og kynna strætóappið vel. Það var líka út 2017. En það sem ég bara segja er að ég held að umhverfismálin séu ótrúlega mikilvægur málaflokkur og meðan að mannvirkjamálin séu svona ótrúlega, líka mikilvægur bara allt öðru sem mikilvægur. Sem ég held að fái bara því miður allt og mikla athygli af því að þar eru náttúrulega peningarnir. Þar eru áætlanirnar sem mætti gjarnan standa og risastórar upphæðir sem gaman er að rífast á fundum. Og ég held bara, og mér langar bara að koma því framfæri. Ég held að þetta séu mistök og við ættum að breyta tilbaka, þar að segja endurvekja umhverfisnefndina. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu. Næst til máls bæjarfulltrúi Per Björn Jóhann. Forseti, bæjarfulltrúar, starfsáætlun og stefnuræða nefnda. Korter fyrir kosningar. Fínt. Ég langar að spyrja að forseta, er ekki öruggt mál að við ræðum allar nefndir en ekki útvalda nefndir í starfsáætlun og stefnuræðu fyrir kosningar? Og stefnuræða nefnda, starfsáætlun, hún hlýtur að liggja fyrir í upphafi kjörtímabils, fyrstu 2 árum. Mér finnst svona
nokkrum mánuðum og vikum fyrir kosningar. Hvað plakkar þetta? Þetta er ágætis upptalning og þakka formanni fyrir það hvað hefur gert við verið og stöðu nokkra mála. Nú, ég er sammála bæjarfulltrúa Sóleyju Björk í einu og öllu og ætla ekki að endurtaka það allt saman sem hún tók hérna upp. Ég fór nákvæmlega í gegnum þessu umhverfisstefnu líka. Það var bara alveg, Það er nú bara þannig að við erum nú oft svona okkur þetta sömu hlutinir í hug. Nú, Akureyrarbær hefur verið og hefur staðið svo mjög vel í umhverfismálum, en mér finnst við vera svolítið að sofna á verðinu. Mér finnst okkur farið aftur. Kannski er það okkur sjálfum að kenna íbúum hana, en bærinn þarf að vera stanslaust og tökulega. Það þarf að leiða þessa vinnu. Við þurfum að leiða þetta. Það hættir að koma maíspokkarinn um brjóluna. Það er ekki til maíspokkar. Allan hef ég ekki fengið á mjög lengi. Þannig við hættum því. Hvar var svo ákvörðin tekin? Erum við þá, er eitthvað mælingar til það hvort bæjarbúið svo almennt hættir að flokka lífrænt sorp? Mér finnst svona, hef á tilfinningunni að flokkun hafi farið örlítið aftur. Í staðinn fyrir að við ættum að gefa í, fara alla leið. Þarna finnst okkur vanta töluvert upp á. Og ég tala ekki ef maður keyrir bæinn og sér draslaraganginn víðast hvar í bænum. Ég held sér bara örugglega aldrei verið eins mikið að bílhræðum allan bæ. Númerslausum bílum út allan bæ. Hvar stendur umhverfisdeildin í því? Það er gríðarlega misjafnt hvernig fyrirtæki er að ganga til þessum lóðir sínar. Sumir viljast bara vera svona söfnunarstaðir fyrir drasl. Ekki bara gáma þó umræð hefur verið hér, heldur margt annað. Þarna megum við alveg koma að og hvetja til og koma að hugsaðlega með einhverja aðvaranir. Þetta er útlit bæjarins, þetta er umhverfismálin. Ég veit ekkert endilega hvort að umhverfismálin þurfa að vera sér nefnt, en það þarf að sinna þeim einhvers staðar og þá þarf að sinna þeim. Plastpokalaust Akureyri, þessum burðarpokunni, tek heilshugar undir það. Eftir hverju erum við að bíða? 2020, ætlum við að byrja það á þessu í desember 2020. Af hverju byrjum við ekki strax? Verðlaunum þau og jafnvel umbunum þeim fyrirtækjum og verslunum sem hafa tekið alla plastpoka út. Stærsta verslun landsins, Costco, þetta er ekki vandamál. Það versla fleiri í Costco heldur en að versla almennt á Akureyri bara yfir höfuð. Þeir eru ekki með plastpoka. Bara gengur fínt. Þetta er bara ákvörðun að gera þetta. Jú, við getum slegið okkur svona og er ánægð með það að við erum að fara í listasafnið og byggja upp listasafnið. Ég reyndar vil meina það að listasafnið sé algjörlega þess virði að fara í það. Við skuldum bæjarbúum og þeir sem koma til bæjarins það að hafa eitthvað að vera. Ef við erum með listagil þá þurfum við sannarlega að sinna þess sem slíkt. Áætlun, framkvæmdaráætlunin og hvernig kostnaðaráætlunin er staðað. Ég sammála Gunnari þar, bæjarfulltrúa. Bara í einu og öllu. Ég sakna þess ennþá. Hvernig á að reka þetta? Ég hef ekki séð einustu tölu það hvernig ætla að láta þessa byggingu standa undir sér. Hún er ekkert standa undir sér. Það fjölgar ferðamönnum inn í bænum. Það er ekkert talað það hvernig á að reka þessi stóru mannvirki. Eins og fleiri mannvirki á Akureyri. Þannig að við fáum alltaf minnimáttakenndi ef við höfum að tala tekjur inn á þessu stofnanir. Það er ógjörningur að fara á klósettið erlendis nema bara og sett með klinkaður og borgið þá bríða. Við erum ekki að byggja heilt listasafn bara til þess út að berga okkur klósettmálum í bænum. Það er langt í frá. Og svo er lagt spurningamerki hvort við eigum að vera að byggja kaffihús bærinn. Annað kaffihús allan á stuttu tíma, pluss eitt kaffihús í viðbót sem verður hugsanlega niður Nökkva.
á þess að vera hugsaðlega með heildstæða rekstraráætlun fyrir alla bygginguna. Meirihlutinn gaf afslátt á þessari umtölu eða sko á Drottningarbrautarreitnum fyrir bílastæðahús undir. Hvar er staðan á bílastæðahús í bænum? Það getur vel verið við að tala um sjálfkeyrandi bíla, en það er ekki að fara að gerast á Akureyri. Það er að hætta að snjóa þetta fyrst. Áður en við tala um þá. Bílarnir verða á Akureyri. En það er ekkert sem ég veit til sem að gerast í bílastæðahúsum. Slökkvilið og hvernig með hugmyndir slökkviliðsstjóra nýtingu á þeim byggingum sem eru, hvað er þetta, norðvestan við slökkviliðsstöðina? Er ykkur áform að sameina nýja eða slökkvilið með slökkviliðinu út á flugvelli og byggja í nýja slökkviliðsstöð? Þetta eru stefnumál. Hverfisnefndir. Höfum við áhuga hverfisnefndir einhver? Hvernig ætlum við að endurvekja og draga fram hverfisnefndir? Er ykkur áætlun það að setja fjármagn í hverfisnefndir? Það stendur í samstarfsyfirlýsingu flokkana að það er að stórefla þátttöku íbúa. Hverfisnefndir er svolítið nefndir sem hafa mesta skoðun á umhverfinu sínu. Tek undir með Sólu og bæjarfulltrúa varðandi lúpínu, kerfil og hvað þessi plöntur heita. Það þarf einhver heildstæða áætlun og aðgerðir til að vinna á þessu plöntum. Ég get ekki séð hún til þessu staðar þó við höfum komið aðeins að því út í Hrísey. Umhverfismiðstöðin. Við höfum alltaf verið tilbúin að ræða það og alltaf verið tilbúin að koma fyrir vinnu. Hvað er hún? Glerárdalur sem fólksvangur, flott orð. Þetta var fín ræða, en við hljótum með að koma okkar ræðu líka. Og hún er ekkert alltaf endilega fín. Það er þið sem buðuð upp á þessu umræðu og við skulum bara fara í alla leið, í öllum málaflokkum. Ekki bara þessum málaflokkum. Kortir fyrir kosningar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Brynjar Jón hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er gott að bæjarfulltrúi Brynjar Jón nái vel við Sólu Björk. Það er ljóst líka að það eru kosningar framundan, en það þarf ekki að koma neinum á óvart að við sem ræðum þessi mál hér. Það stóð ekkert annað til en við myndum ræða það sem við værum búin að vera að gera og það sem við erum að fara að gera. Það skiptir engum máli hvort þetta væri 2019 eða 18 eða 17. Við höfum alltaf rætt þetta og ætlað okkur að ræða þetta. Og markmið er náttúrulega að ræða þetta fyrir alla nefndir. Það er okkar stefna. Við erum byrjum á þessu og ég vonaði ekki komið fólki óvart að þetta væri á dagskrá. En það er allavega ljóst að maður finnur það að það eru konar kosningar vegna þess að það er þetta að finna að öllu, það er alveg ljóst. En samráð og samvinna er búið að vera í öllum nefndum. Þessi mál sem er búið að ræða þarna er búið að koma ítrekka upp. Það er allir samþykkt umhverfisstefnuna. Við höfum verið að vinna saman að þessum málum í nefndunum. Það er yfirleitt bara allir samþykkir. Það er þannig að ég er svo sem, ég meina, auðvitað má fólk hafa ræður og allt það og ég vil æsa þessi svolítið. En ég bara þakka Ingibjörgu kærlega fyrir þessa ræðu og þá vinnu sem var lögð í þetta plagg. Ég er mjög ánægður með þær framkvæmdir og það sem við höfum gert. Við getum alltaf gert betur. Það er alveg sama hvort það er í umhverfismálum, útboðsmálum, mannvirkjamálum eða hverju sem er. Og það er líka alveg ljóst að hlutirnir voru ekki 100% á milli árana
2000 til 2010 frekar en 2010 til 2018. Það alltaf svigrúm til bætinga. Og við höfum svo sem ekki farið neinum hamförum í framkvæmdum og það eru ástæður fyrir því, meðal annars að það ekki gott að vera framkvæmd mikið þegar það blúsandi uppgangur og ekki auðvelt að fá verktaka. En ég held að við mögum bara vera mjög stolt af því sem við verðum að gera, hvort sem það listasafnið eða sundlaugasvæðið eða það sem við gerum í umhverfismálum, því að flest allir horfa til okkar varðandi umhverfismál. Ég held að flest samfélög á Íslandi, þó víða væri að leita, myndu vera stolt af því að gera vel í menningamálum, íþrótta- og tómstundamálum og Akureyri að gera. Og við erum númer 1, 2 og 3 að vera stolt af því hvað við erum með frábært samfélag. Það það sem máli snýst um. Hvort við getum bætt okkur, 100%. Hvort að það sé ástæða til þess að snúa þessu upp í eitthvað kosningaleikrit, ég held ekki. Að þessi ræða hér kemur ekki hér inn vegna þess að það eru kosningar. Það bara ekkert með það að gera. Það bara stórfurðulegt að fólk haldi það. En takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Eva Hrund tekur næst til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það komið fyrir fundinn, sig. En ég ætla bara að byrja að þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu og Ólöfu bara fyrir frábæra ræðu og mér finnst þetta vel uppsett. Mér finnst þetta bara til fyrirmyndar að það séu settar inn myndir og fólk út í bæ geti aðeins átt að sjá á stöðunni. Og þannig bara takk Ingibjörg. Ég ætla svo sem ekkert að hafa neitt langa ræðu. Ég tek undir mjög margt sem hefur komið hér fram og ég ætla ekki að fara tíunda með listasafnið og næsta skólalóðinu. Við erum búin að ræða þetta svo margoft og þið vitið okkar skoðanir á því. Bara nokkur atriði sem er langað að koma inn á sem við bara þurfum að hafa í huga og það er til dæmis varðandi Kjarnaskóg og byggðina. Við förum aðeins að pæla í hvernig við ætlum að flétta það saman og við höfum aðeins rætt varðandi aðalskipulagi og þannig að mér finnst bara komin tíma á að fara að ræða það almennilega og fara að móta okkur skoðun á því. Varðandi hverfisnefndirnar, ég hef nú frekar talað fyrir því að halda þeim og að því mér hefur fundist að skipta máli og að fólk geti komið og haft áhrif á sitt nær umhverfi. En það sem við höfum, sjálfstæðismenn höfum líka aðeins verið að horfa til, það er það sem að Kópavogsbær hefur verið að gera með okkar Kópavogur sem er samráðsverkefni íbúa og bæjarins forgangsröðun og úthlutun á fjármagni til smærri framkvæmda. Þannig að það verður bara gaman að vita hvort að það hafi eitthvað verið rætt í ráðinu að fara þá leið eins og þeir eru að fara. Ég fagna hvernig við höfum breytt forgangsröðun í snjómokstri. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin gerði hér grínað mér og Gunnari Gíslasyni bæjarfulltrúa þegar við keyrðum hér á milli skóla og mótnana og athugum hvort það væri kjörlega búið að moka fyrir börnin því að okkur var svo mikið í mun að þetta væri lægi og ég er bara rosalega ánægð. Ég hef heyrt bara og fengið pósta það að nú séum við að gera vel í þessum efnum en ég bæði tekið eftir því bæði í skoðanakönnunni og líka bara á samfélagsmiðlum og ég bara hafa haft samband við mig úr Nausthverfinu að þar kannski þurfum við að horfa á að gera aðeins betur. Maður sér alveg mun hvernig Nausthverfi er að koma út í skoðanakönnum við önnur hverfi þannig að við þurfum bara kannski að hafa það í huga. Ég er ánægð þá að koma aðeins meira fjármagn í viðhald á vegum. Ég var nú bara að keyra Kjarnagötuna í morgun og þvílíkar hólur sem þar eru þannig að maður var hálfhræddur að skemma bíli sem þar. Þannig að það er verkefni sem við verðum svo sannarlega að fara í. Leikhúsbrúin, mjög flott og verðugt verkefni. Allan ég myndi leggja áherslu á að klára alveg miðbæinn áður en við förum í það verkefni. Mér finnst bara miðbærinn eigi bara að vera í toppstandi og sé bara númer 1, 2 og 3. Ég held að það sé eitthvað sem við ættum að klára allan fyrst áður en við förum í það. Ég hef alveg heyrt kvartanir yfir því til dæmis að hreinsanir í miðbænum séu ennþá ekki í lagi. Við þurfum að leggja meira effort í það.
Varðandi svifrykið, auðvitað það líka rosalega háð veðurfarinu. Maður sér alveg mun á veðurfarinu milli ára og hvernig svifryksmengun að hafa áhrif. Maður hefur alveg séð hérna dagar sem eru mjög slæmir, en ég held sem að veðrið á síðasta ári hafi kannski verið okkur í hag varðandi þessi mál, en maður sá líka að það var meiri hreinsun á götunum heldur en hefur verið og jafnvel þannig að mér fannst of kannski á svæðum þar sem eru fáfarin, því nú vinn ég við Óseyri sem ekkert rosalega mikil umferð þannig niður í verbúðina, hefðu ekki átt að leggja meiri áherslu að fara oftar á fjölförnusvæðin heldur en þar, bara má skoða. Ég legg mikla áherslu á það að við förum ekki uppbyggingu á háspótareiknum fyrir að við erum bara komið með bílastæðamálin í lag. Ég heyri ennþá hvart á að kveina yfir því að við þurfum að bæta þar úr og ég er rosa ánægð að vita til þess að við séum farin að skoða bílastæðahús og staðsendingu þeirra þó við séum ekki komið ákvörðun hvar, en þá erum við allan að fara í rétta átt, en ég legg allan áherslu að við förum ekki í uppbyggingu fyrir að það mál leyst. Þegar ég var í skólanefnd á sínum tíma sem nú kallast fræðsluráð, þá talaði ég það að ef við ætlum að loka leikskólunum, Flúðum og Pálmholti, að þá finnst mér ekki nóg að við séum bara að bæta í Glerárskóla. Mér finnst við þurfa að bæta þá leikskólamálin á Brekkunni og ræddi það á sínum tíma, mjög góð hugmynd sem hefur komið frá skólastjóra Lundarskóla, að það í rauninni að bæta eða stækka Lundarskóla og færa leikskólan, þar sem Lundasel, yfir í Lundarskóla og gera það í rauninni bara svona bara leikskóla og skólasvæði sem einni heild og þess vegna bara leggja að rífa Lundasel og gera þar byggingareitt. Mér finnst það bara mjög góð hugmynd, þannig að mér finnst að við ættum að leggja áherslu á það áður en við förum að loka hinum leikskólanum. Því ég hef heyrt því fleygt fram, allavega var það þannig mér sagt það, að Glerárskóli ætti að duga til, en ég er bara alls ekki sammála því. Við erum líka komin að þolmörkum í Lundarskóla, við erum þar komin 580 nemendur að mér skilst og mér er sagt að skólinn hafi verið byggður fyrir 550 nemendur og það hafi 450 og en nú það 480, en þegar svona margir voru í skólanum síðast, það var reyndar ekki verið svona margir, en þegar voru alltaf því svona margir, þá vorum við með 4 auka stofur út á plani, þannig að það kannski orðið heldur þröngt þannig að það svona eitt af því sem ég vil leggja áherslu á. Það var eitt í viðbót, af því að það komið góð hugmynd sem við rættum varðandi listigarðinn. Mér langaði bara að athuga hvort að því hefði verið fyllt eftir. Það var að því við rættum svolítið ferðamenn og þeir væru að fá allt hér, eða mjög margt, frítt og meðal annars inngöngu listigarðinn. Þá var rætt það hvort þetta með að setja upp þannig, hvað maður að kalla? Allan þannig aðstofu getur borga með frjálsum framlögum með korti. Og mér langar bara að vita hvort að þeirri hugmynd hefði verið fyllt áfram, því að mér fannst hugmyndi góð, því það erfitt kannski að fara að loka garðinum og fara að rukka inn þar sem við erum komið með kaffihúsinni meðan garðin, en kannski myndi þetta skila sér einhverju. Ég held ég láti þetta duga í bili, en bara þakka góða yfirferð og góðar umræður. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínum, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Baldur Valdimarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu Ólöfu fyrir góða yfirferð á skýrslunni. Ég held að það sé búið að nefna flest sem að ég ætlaði að fara yfir og vil ekki lengja umræðina með því að telja það upp. Það reyndar fyrir utan eitt mál sem að með mjög hjartfólkið og það eru grenndarstöðarnar. Það kom fram að nú stendur yfir endurnýjun á þeim samningum, endurskoðun á þeim samningum og hugsanlega semja upp á nýtt og ég vil einfaldlega hvetja þá bæjarfulltrúa sem að koma þeirri vinnu og embættismenn
til þess að taka aftur upp þær hugmyndir sem voru hér á árum áður þegar við byrjuðum með þetta kerfi, að vera með græna tunnu við hvert hús, þannig að við legðum niður grenndarstöðarnar. Grenndarstöðar og við erum ekki vinir. Mér finnst þær alltaf vera fullar og illa umgengnar þegar mér dettur í huga að nota þær, og ég held að sé einfallega líka bara meiri hagræðing fólgin í því að ef við setjum upp græna tunnu við hvert heimili. Nú ég vil að lokum þakka starfsmönnum deildarinnar fyrir frábært starf. Ég held að við séum mörgu leyti og á flestu leyti algjörlega á réttri leið. Takk fyrir. Og Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur máls Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara líkt og aðrir bæjarfulltrúar bara þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu Ólu bara kærlega fyrir framsögu sína og bara mjög góðri stefnuræðu umhverfis- og mannvirkisins. Ég ætla ekki að hafa þetta langt, enda get ég trúlega að tala hér í allt kvöld bara umhverfismálin. Það er náttúrulega annar kapítuli. En mér eru umhverfismálin, eins og flesti vita, mjög umhugað, bara sem fyrir formaður umhverfisnefndar, fyrir sameiningu þessa nefnda. Og er ég virkilega ánægð að sjá samt hversu stóran sess þau fengu hér í þessari stefnuræðu. Og umhverfismáli verða alltaf fyrirferðarmeiri og enda skiptir bara virkilega miklu máli hvernig við förum að og hvernig við beitum okkur, því að þetta skiptir allt máli fyrir okkur og bara jörðina. Akureyri bara stendur jú framarlega í umhverfismálunum, en við megum einmitt ekki þess vegna bara heldur missa dampinn, því við erum að gera svona vel, og ég tel okkur ekkert endilega vera að gera það. Ég tel okkur alveg vera að gera vel, en við verðum bara að passa okkur að halda alltaf dampinum, því að það er svo auðvelt að missa sjónar á því. Og við þurfum bara stöðugt að vera á varðbergi og hugsa okkur hvernig við getum bætt okkur, hvernig við getum gert betur, af því við getum alltaf gert betur þó svo við sem að gera vel með önnur sveitarfélög. Og markmiðið okkar á náttúrulega að vera að vinna bara stöðugt af framsækni og metnaði í umhverfismálum yfir höfuð. Mér langaði allavega að fagna ráðningunni á forstöðumanni umhverfismála og ég ber bara mikla vonir að það muni hjálpa mikið til og muni hafa enn betri yfirsýn yfir umhverfismálin. Þannig mér langaði bara að fagna þeirri ráðningur. Og ég tek líka undir bara með formanni umhverfis- og mannvirkjaráðs að umhverfis- og samgöngustefnan er mikilvægt stjórntæki þegar kemur að því að setja ykkur mælanleg markmið. Auðvitað þarna svona líka uppfærslu og bara sérstaklega varðandi tímasetningar eins og komið hefur hér fram. Það sem ég stýrði nú vinnu þessarar umhverfis- og samgöngustefnu að þá voru margir þættir í henni sem að sjálfsögðu voru með ártali, en eins og hefur líka komið hér fram þá voru mikla breytingar og það skorti starfsmann. Og ég vil trúa því að með hún verður endurskoðuð með tillit til dagsetninga að það fari líka hlutirnir að gerast, að það verði sett í raun og veru markmiðin verði skoðuð upp á nýtt með tillit til ártals. Eina sem ég langaði kannski að nefna, það sem ég saknaði í því og ég gerir mig vel grein fyrir því að svona hlutir geta bara oft dottið upp fyrir, sérstaklega þegar verið að sameina nefndir, að það er í raun og veru sambandi sem við höfum haldið við vinabæi okkar sem við vorum með, The Nordic Twin Town Climate Conference, sem á hverju ári héldu loftslagsráðstefnu og við vorum í raun og veru partur af og höfðu þema. Við héldum til dæmis ráðstefnuna hér árið 2016. En það er ekkert endilega glatað, ég er ekki að segja það, en ég myndi vilja sjá það vera viðhaldið þar sem að, sérstaklega bara þar sem að út frá þessum vinabæðaráðstefnum að þá kom ótrúlega mikil samvinna og upplýsingar og bara í raun og veru hugmyndavinna sem skila okkur svo ótrúlega mörgu, til dæmis inn í umhverfis- og samgöngustefnuna. Það voru hlutir sem við tókum með okkur út til dæmis til Rannes og fengum skoðanir og álit og tókum með okkur heim. Þannig að það er bara, og ég legg bara vonir við það. En mér langar aðeins bara að koma inn á þar sem að bæjarfulltrúi Eva nefndi við Lundarskóla sem formaður fræðsluráðs.
þessar hugmyndir varðandi Lundarskóla, þær eru ennþá og þær eru í raun og veru, nú er náttúrulega að vinna við 10 ára langtíma áætlun og þær eru þar inni þeirri áætlun. Þetta er ekki eitthvað sem er dottið upp fyrir og þetta er klárlega því að hverfið er bara orðið stórt og það þarf að bregðast við. Þannig að þetta er þar inni, allavega hjá okkur er það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Davíð hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því eins líkt og aðrir að þakka bæjarfulltrúi Ingibjörgu Ólöfu fyrir hennar yfirferð á málefnum eða stefnuræðu umhverfis- og mannvirkjaráðs. Það er svolítið merkilegt þegar að menn síðan taka hér umræðuna, hún hefur nú verið bara mjög gagnlega að mörgu leyti en eins og bæjarfulltrúi Matthías kom inn á þá virðast sumir vera komnir í meiri kosningaham en aðrir og brýna röddina dálítið mikið, en hins vegar er það alveg ljóst að við teljum, það hefur verið, við höfum tekið þessa stefnuræðu árlega og okkur fannst eðlilegt í raun að taka hana núna líka, bæði til þess að fara yfir það sem við gerst á kjörtímabilinu og líka þá hvað við erum að gera á næsta ári og svona sjá framtíðarsýnin okkar. Og ég held að það sé bara vettvangur fyrir alla bæjarfulltrúa þá akkurat til þess að taka þátt í þeirri umræðu. Mér er svolítið skrítið þegar bæjarfulltrúi Preben fyrir að tala um það hann alltaf bara, þetta verði bara alla nefndir, auðvitað ætlum við að taka hér öll ráðin og ræða stefnur. Og það er búið að setja það upp á lista hvernig við ætlum að taka þetta inn hér í bæjarstjórn. Það er bara til þess að gefa okkur tækifæri til þess að ræða okkur til gagns. Og ég held að við getum gert það bara svona til að rólegum nótum og þurfum ekki að fara svona að byrsta okkur mikið og berja í borð. En allt í lagi með það er pólitík líka og það er eins og bæjarfulltrúi Matthías bent á og það er stuttist í kosningar. En mér langaði bara aðeins svona til þess að koma inn á nokkur atriði í þessari stefnuræðu. Það er til að mynda að tala um að við ætlum að umhverfisvæða bílaflottan okkar og mér finnst mikilvægt í því sambandi að við tökum bara upp lista yfir þá bíla sem eru eða þau ökutæki sem eru í eigu bæjarins og gerum bara raunhafa áætlun það hvenar við getum skipt þessu. Það er ljóst að það er ákveðin endurnýjun þörf og það er mikilvægt að bara búa til einhvern lista það hvernig við viljum taka sem sagt á þessu. Eins líka með strætisvagnana að það er búið, núna við búin að gera samningum eða reiknum með þá að vera komin með á árinu 2019 3 metanvagna og þá er spurningi hvernig við sjáum það áframhaldið á því. Þannig að þetta er svona eitthvað sem maður þarf að spá í. Ég er nú ekki alveg á sömu skoðun og bæjarfulltrúi Baldvin varðandi og hef ekki fæ ekki sömu útbrotin og hann varðandi þessar grendarstöðvar. Ég er ákaflega ánægður með þar, sérstaklega vegna þess að það er stutt í mína grendarstöð og sjaldnast er hún full. Þannig að ég hef nú svona og umgengni bara nokkuð þokkaleg. Þannig að þetta er nú bara spurningum það að í þessari úttekt sem verður gerða þá vegi menn kosti og galla í þessari aðferð sem við höfum verið að beita síðustu ár. Ég tók ákvörðun á sínu tíma og studdi tillögu þáverandi meirihluta L-listans varðandi það að fara í það kerfi sem nú er í gangi og ég er ennþá á því að þetta sé gott kerfi fyrir okkur. Auðvitað má finna galla og það er hægt að bæta hlutina en það er verið að vinna úttekt af þessu og þá kemur í vontallega ljós hvernig þetta til hefur tekist og hvort menn sjá í aðrar lausnir á þessu. Aðeins fannst mér og hefur kannski vantað í þessa umræðu sem hafa átt sér stað eftir stefnuræðuna að það er varðandi þáttu vistorku og hvernig við höfum verið að sjá vistorku koma inn í þessi mál okkar. Við komum vistork á í upphafi kjörtímabilsins og við litum kannski svolítið á að vistorka myndi taka umhverfismál í sitt fóstur og við höfum fengið það hefur margt gott gerst á vegum vistorku og ég er ákaflega stoltur af því að það verkefni hafi verið sett á fót af meirihlutanum og bæjarstjórn allri. Við ætluðum það eins og segja ákveðið hlutverk og menn tala hér að umhverfismálin og menn eru bæjarfulltrúi Sóli talaði sterkt það að koma aftur á umhverfisnefnd. Þetta tel ég hins vegar að við erum nýbúin að ráðast í stjórnsýslubreytingar, við erum nýbúin að gera þessar breytingar. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að sjá lengri reynslu á þessu og meta það kannski þegar það síðasta ár var, hvað á ég að segja,
umróta ár og sérstaklega held ég að það hafi verið við sameiningu á umhverfis eða í rauninni framkvæmdadeild og fasteignum. Þetta var verulega umsvifað mikið svið og ég verð að hrósa starfsmönnum sérstaklega fyrir þeirra þátt í því að láta hlutina ganga upp og ekki síður vil ég til hrósa ráðsmönnum í umhverfis- og mannvirkjaráði. Það hefur verið góð samstafa þar og leyfum mér líka, af því ég er komin í hróstuði, þá er alltaf ég sérstaklega að hrósa formanni ráðsins Ingibjörgu sem hefur verið vakin og sofin í þessu verkefni og staðið sem er mikill í prýði. Þannig að ég held að við ættum að skoða hvernig þessi hluti þróast, en það sem mér finnst kannski merkilegt að við samþykktum umhverfisstefnu í lok árs 2016 og hér komu menn í pontu og kvartuðu því að ekkert hefði gerst í þessum málum og lásu upp alls konar hluti sem að hefðu ekkert þokast áfram. Það er kannski að hluta til rekja til þess að það tafðist að ráða forstöðumann yfir umhverfismálin sem er þá búið að gera núna og ég vænti mikils af störfum þeirra mannesku. En það má líka benda þeim bæjarfulltrúum á sem að höfðu stór orð upp að lítið hefði þokast í þessum málum að það er þó vettvangur fyrir þá bæjarfulltrúa, bæði eiga þau öll framboð eiga aðila í öllum ráðum, þannig að það er til dæmis vettvangur sem að þau höfðu geta nýtt sér að láta þá íta á eftir þessum málum ef það er eitthvað sem að þeim fannst að þurfti að íta áfram og auk þess sem að við höfum þá vettvang sem er hér í bæjarstjórn til þess að taka upp umræðu framgang mála. En við sitjum uppi með það og það er alveg rétt að í umhverfisstefnunni þá er sett mörg tíma takmörk, öll mörg hver árinu 2017 og eru ekki að ganga eftir og ég bara vona það að við brettum upp ermar og reynum þá að koma þessu málum áfram. Og það er spennandi að sjá hvernig tiltekst. Mér fannst líka svolítið lítið bera á groppi hjá bæjarfulltrúa Ingibjörgu í sinni ræðu hér áðan. Mér finnst margt hafa vel tekist hjá okkur og hún hefði mátt vera aðeins ánægðari með sig og sín störf. Sérstaklega hvað varðar þá vistorkumálið. Ég tala líka snjómoksturinn sem almenn ánægja virðist vera með í bænum en hins vegar er alltaf þannig að hvert einasta skipti sem að snjóar þá fáum við bæjarfulltrúar, margir hverjir tölvupósta frá hinum og þessum bæjarbúa sem að kvartar yfir snjómokstri í götunni sinni og er alveg sannfærður að það er engin gata í bænum jafn illa mokuð og svo ágæta gata. Þetta er nú svona það sem við fáum gjarnan að heyra. Hins vegar er það þannig og það er kannski má þakka bæjarfulltrúa Sóleyju af því að svo við séum nú bara gætu sannmælis að hún hafði mikinn áhuga á og lagði mikla áherslu á það á sínu tíma hér í vinnu aðgerðahóps að koma á breytingum á forgangsröðun í snjómostrið sem snýri að snjómostri á gangstéttum og stígum og það er þá verið að framkvæma þessar hugmyndir og við vorum öll sammála það en ég ætla ekki að taka það af henni að hún svona ræddi þetta á sínum tíma. Ég vil líka af því að það kom fram í þessari skýrslu og sessunuti mín og Silja vorum að stinga saman efjum ágæti miðbæjarins og þeirra framkvæmda sem þar hafa átt sér stað á síðasta ári. Persónuskoðun mín er að mér finnst það vel hafa tekist til og ég vænti mikils af þeim framkvæmdu sem á að fara að ráðast í núna þessu ári. Þannig að þetta er þarna skal ég segja bara nokkuð góða framkvæmdir, auðvitað náttúrulega eru teikningar og væntingar miklu meira skátagilið og svo framvegis en þetta er það sem er þó búið að gera er til mikill að bóta. Ég vil líka lýsa yfir ánægju minni með það að við skulum vera að ljúka núna á þessu kjörtímabili viðhaldsuppbyggingu listasafnsins. Vissulega eru tölur þar hærri heldur en á upphaflega var rétt sagt eða talað og það er alveg rétt ábendi hjá bæjarfulltrúa Gunnari að slíkt mætti vanda og við svona kannski þurfum bara að læra af því. Ég held að við höfum svona kannski á þessu ári eða fyrir árið 2018 reynt að teygja okkur eða reynt að sína svona raunhæfara tölur í framtíðinni en við mögum alltaf bæta okkur á þeim efnum og þetta er alveg réttmætt ábending og við vitum það öll að við getum eins og bæjarfulltrúi Matthías kom inn á áðan, við getum alltaf bætt okkur og það er eitthvað sem við skoðum.
hins vegar varðandi listasafni þá held ég að sé ljóst að það sé miklu tekjumöguleikar í rekstri safnsins og ég held að menn ger sig ekki grein fyrir því að við förum að rukka inn á safnið og við verðum með svona standardsýningu stendur heilt ár og fólk getur komið þarna inn. Ég held að við sjáum alveg mikla möguleika á því fyrir fólk að fyrir okkur að ná tekjum á þetta. Ég líka mjög ánægður með það og skynja ánægjuna í heita pottinum í sundlauginni að það mikil spenningur fyrir því að þessa framkvæmdir klárist. Það eru búin að taka lengri tíma en við ætluðum en ég mjög ánægður með þær framkvæmdir og verður mjög gaman að sjá þegar að þessi framkvæmd öll. Ég ætla að biðjast afsökunar ef að bæjarfulltrúi Evarhund hefur haldið að ég var ekki að grína þeim þegar þau voru að keyra og athuga snjómókstur kringu skóla. Ég bara held ég hafi verið að dásta að einur þeirra við það í þeim efnum og tók bara upp í kjölfarið samskonar eftirlit og er núna síðustu í vetur hefur það gengið eftir að þetta hefur verið mjög vel að þessu staði þannig að ég var nú ekki bæjarfulltrúi að gera grín. Þetta var nú eiginlega bara svona en svo langar mig í svona lokin líka að minnast á eitt sem að hefur ekki verið talað mikið en bæjarfulltrúi Gunnar kom þá aðeins inn á. Það er viðhaldið að við höfum verið á þessu kjörtímabili aukið verulega í viðhald fasteigna og ég held við getum sagt að við hafum á árinu 2016, 17 og 18 aukið viðhaldið einhverja 150 milljónir á ári mjög við það sem var á árinu 2010 til 2014 þannig að við erum bætt nokkuð hraustlega í þar en auðvitað má alltaf gera betur og eðlilegt að starfsmenn deildarinnar vilji fá meiri fjármuni en mjög veist að við þurfum aðeins líka að halda því til haga við höfum verið að bæta þarna í verulega. Ég verð svona líka bara rétt að lokum að þegar Gunnar bæjarfulltrúi var hérna að tala áðan þá var hann svona mjög jákvæður fannst mér. Við vorum svona aðeins að veltaði fyrir okkur hvort hann myndi ekkert koma svo kom náttúrulega listasafnið en það var nú alltaf en svo bent hann náttúrulega á marga góða punta og eitt af því sem við höfum svo verið að ræða, við erum öll saman það að samgöngumiðstöðvarlóðin þurfa að finnast. Það er eitthvað sem við þurfum að fara að klára. En þegar hann fór síðan að tala afrekalista meirhlutans, þá hélt ég hann alltaf að fara að missa sig alveg í að hrósa okkur of mikið. En hann skautaði rétt framhjá því þannig að það slapp til. En takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar til að þakka fyrir bara afar góðar umræður og ýmsar vangaveltur hafa verið komið hingað upp með og ég get tekið undir mikið af því sem hefur verið sagt. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á það áðan að sviðin væru misviðamikil og það væri spurning hvort það ætti ekki að skipta stefnuræðunum niður á fleiri bæjarstjórnarfundi. Ég get alveg vissulega tekið undir það. Ég hef alveg þegið það með þökkum að flytja hér styttri en fleiri ræður og geta þá farið nánar ofan í vissa málaflokka. Því vissulega er það þannig að þegar maður er að fara yfir stórsvið þá er eitt og annað sem undan lætur. Það er ekki hægt að telja allt upp. Nógu löng var ræðan. En mér langar svona aðeins að fara inn á umhverfismálin því bæjarfulltrúi Sóley Björk kom aðeins inn á umhverfismálin áðan og ég vil bara fagna því hvað bæjarfulltrúar hafa mikinn áhuga á umhverfismálum. Mér finnst það frábært. Ég taldi mér nú leyfa umhverfismálunum aðeins að njóta sín í stefnuræðunni minni. Ég gat vissulega ekki komið inn á hvert einasta atriði í umhverfis- og samgöngustefnunni en ég tiltók samt sem áður umhverfis- og samgöngustefnuna og sagði við yrðum að endurskoða hana og kostnaðargreina verkefni sem þar eru. Hún var samþykkt í loka árs 2016. Árið 2017 leið ansi hratt. Það voru miklar skipulagsbreytingar í gangi. Við vorum einn starfsmann í umhverfismálum sem náði að gera ansi margt. Ekki allt. Það er vissulega rétt, en þetta er auðvitað stefna. Þetta er eitthvað sem við erum að stefna að og þó svo það hafi ekki náðst árið 2017 þá erum við samt sem áður að stefna að þessum verkefnum. Og við erum að skoða hvernig fáum fjármagn í vissu af þessum verkefnum. Auk þess erum við líka að ræða við Vistorku sem við höfum átt mjög gott samstarf við varðandi það að fara í mörg af þessum verkefnum með okkur. Flokkun, auglýsingar, átökum hitt og þetta. Þannig að það er vissulega, margt af þessu er í gangi.
Við erum nýbúin að ráða nýjan forstöðumann yfir umhverfismálin sem ég hef fulla trú á. Hún hefur komið hérna ný og fersk inn, sinnt mörgum verkefnum hratt og vel á þessum stutta tíma sem hún hefur verið hérna. Meðal annars hún að skoða kosti og galla við núverandi sorphirðukerfi hjá okkur og að endurskoða þetta og að kalla saman og ná í gögn varðandi þann samning og hvað við ætlum að gera í framhaldinu. Þannig að það hefur svolítið verið hennar verkefni undanfarna daga og eins umhverfis- og samgöngustefna. Mér langaði svona aðeins hérna því að bæjarfulltrúi Sóley Björk taldi upp nokkur atriði eins og plastlausan september af hverju við skildum ekki hafa farið í hann. Vissulega var það þannig að við höfnuðum því í ráðinu, ákváðum að fara í okkar eigið átak og sameiginlega átak varðandi þá flokkun og fleiri verkefni. Við ræddum vistorku en það er í raun ennþá á teikniborðinu, það er ekki búið að blása það af, heldur erum við bara að vinna það áfram, það hefur bara tekið lengri tíma heldur en við áætluðum. Svifryk, það var aðeins rætt. Við erum búin að ræða það í nokkur ár núna að kaupa nýjan svifryksmæli, setja fjármagn í það og kaupa með Umhverfisstofnun. Það varð úr. Hann er kominn. Það er búið að setja hann upp. Það er komið raunmælir inn á heimasíðu bæjarins. Eða farið inn á heimasíðuna, þá sést hann neðarlega lengst til hægri. Sjáum hvernig svifryk er, hvort þessi lágt eða hátt. Sem ég tel að sé bara mjög til bóta. Eyðing ágengra plantna kom hérna í máli nokkra bæjarfulltrúa og að það væri engin áætlun til og það væri ekkert verið að gera í þessum málum. Ég get hérna bara með upplýst ykkur að það er vissulega verið að gera eitthvað í þessu. Við erum komið 10 ára áætlun og við erum komið fjármagn í eyðingu óæskilegra plantna. Það er búið að kortleggja meðal annars Bjarnakló í bæjarlandinu okkar. Þannig að það er verið að vinna að ýmsum málum þó svo það hafi ekki komið fram í máli mínu hér áðan. Samgönguvikan, jú vissulega er þannig að það má fríska upp á hana. Við kölluðum eftir hugmyndum. Bæði nefndarmanna og annara fengum því miður dræmar undirtæktir en vonandi kemur eitthvað meira næsta ári. Og ef bæjarfulltrúi Sóley Björk verður hér áfram sem ég sannarlega vona, þá getur hún komið ábendingar næsta ári inn í þessa vinnu. Varðandi það að aðskilja gangandi og hjólandi frá akandi umferð, þá er það ekki á okkar borði enn sem komið er. Þetta er í vinnslu í aðalskipulaginu. Það er verið að taka á þessu fyrst þar til þess að við getum framkvæmt samhliða aðalskipulaginu. Fjölpóstur, ég geri ráð fyrir að við höfum tekið ærlega á því í tengslu við rafræna stjórnsýslu. En ég er búin að koma inn á aðeins svifryksmælin, hreinsun gatna, við höfum bætt í fjármagni þar, við höfum bætt í fjármagni í slátt í bæjarlandinu og svo komum fjármagni í eyðingu óæskilegra plantna. Þannig að við höfum gert ansi mikið umhverfismálum. Ég ætla að fara svona yfir punktana, ég voni ég gleymi engu. Mér langaði svona aðeins það var farið inn á framkvæmdirnar hérna áðan og nefnt að þegar að hagsveifla væri mikil að þá ættum við að draga framkvæmdum. Vissulega er það rétt og við ættum að blása í þegar verkefni vantar hjá verktökum. En við þurfum samt sem áður alltaf að framkvæma eitthvað. Það var að tala um það að framkvæmdir ættu í rauninni að tekjur ættu að standast undir framkvæmdum. Ef það væri þannig, þá værum ekki að framkvæma mikið hérna í bænum. Það er bara þannig. Vissulega þurfum við að hafa tekju áætlun og hún liggur fyrir varðandi listasafnið. Hún hefur verið endurskoðuð, hún hefur verið lögð fram. Þannig að hún er til og ég er alveg sannfærð það að framkvæmdin við listasafnið muni skila okkur tekjum líkt og framkvæmdin við Sundlaug Akureyrar hefur gert. En við þurfum að skoða þetta og svo líka koma fram hérna í máli bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar minni mig að við hefðum kannski átt að fresta framkvæmdum við listasafnið vegna þess að við myndum örugglega fá svo hátt tilboð vegna stöðunar á markaðnum í dag. Já, það er kannski alveg bara mjög góð ábending að það hefði kannski verið vert að skoða það, ég vissum að það hefði verið gert. Það var stoppað við það þegar við vorum í áætlunni, þá var vist áætlað. Þetta var kostnaðargreint, það var farið í tilboð, það var tekin ákvörðun þegar tilboðið lá fyrir, hvort þau myndu fara í framkvæmdina ekki og þá var ákveðið að fara í hana. Að því sögðu, þá finnst mér líka svolítið merkilegt að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er að leggja til að fara kannski alla framkvæmdina við Nökkvasvæðið, fara í báða áfangana. Uppbyggingarsamningurinn við Nökkva náði einungis til fyrri framkvæmdarinnar, það er að segja bátaskilsins.
Vissulega er hagkvæmara að fara í alla framkvæmdin í einu varðandi vinnu, umhverfi og fjármagn, það er vissulega rétt. En samt sem áður, þá er spurning hvernig kostnaðurinn yrði við framkvæmdinni færi með alla. Það er búið að koma hérna inn á stefnuræðunar en við flytjum stefnuræðu í upphafi hvers árs, hvers svið fyrir sig. Bæjarfulltrúi Preben kom inn á það að hvort Akureyringar væru hættir að flokka lífrænt sorp. Ég get nú huggað við það að þetta er sviput, því miður er þetta sviputala ár eftir ár, en hún hefur ekki lækkað. En við þurfum vissulega að bæta í, það er alveg hárrétt. Við þurfum að draga úr því sem við urðum. Druslagangur í bænum, bílhræ, það er verið að vinna þetta. Og þeim hefur fækkað, en það þarf að vinna þetta áfram. Það er vissulega rétt. Og umhverfismiðstöðin hefur verið að vinna þetta fyrir okkur. Varðandi bílastæðahús þá er verið að skoða staðsetningu fyrir það. Slökkvilið í Savia og ný slökkustöð. Þetta hefur komið til tals. Þetta er ekki komið neitt áleiðis í umræðinni, en þetta er samt upp á yfirborðinu. Varðandi hverfisnefndirnar og þáttöku íbúa þá hefur þetta verið rætt í tengslu við Betri Akureyri og Betri Reykjavík að gera eitthvað svipað. Ég hef verið að ræða við lögmann sveitarfélagsins okkar varðandi útfærslu á þessu, varðandi mögulega útfærslu og við erum að skoða það frekar. Varðandi grenndarstöðvarnar þá er ég sammála bæjarfulltrúa Guðmundi að við erum búin að leggja í mikinn kostnað við þessar grenndarstöðvar. Við erum að klára það núna í Hrísey og Grímsey. Þetta er fyrirkomulag sem hefur gengið vel. Visslega þannig að þær eru stundum fullar og ég held að sé í rauninni út af því að ég held að hreinlega gámaþjónustan hafi ekki gert ráð fyrir svona mikil flokkun hjá okkur. En þeir eru að endurskoða þetta og eru meðvitaðir þetta. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf bara að taka til umræðu ef að við ákveðum að halda skipulaginu óbreyttu. Varðandi listigarðinn og borga með frjálsu framlagi, þá eru til baukar, það eru 2 baukar í garðinum sem hefur verið greitt í. Já, þetta hefur verið skoðað varðandi kort og það er líka verið skoðað að setja á fleiri staði. Það er bara að þetta er í umræðunni og það var að skoða þetta núna í ár. Varðandi uppbyggingu Hofsbotnareitnum að fara ekki inn eina framkvæmdi þar fyrir en Austurbrú er lokið. Það hefur verið sagt hér í bæjarstjórn að við munum ekki hafa framkvæmdi fyrir en þeim framkvæmdi líkur við Austurbrú. Ég held í rauninni að ég sé komin yfir kannski það flest allt. En þeir geta þá kannski bara komið upp og skætt fleiri svörum. Takk hérlega fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara svona örfá atriði sem ég ætla að hnykkja á hérna. Og mér finnst bara þessi umræði hérna sem þú veist hvort það hefði verið sniður að skipta stefnuræðinu svo var þetta að ræða svona hvern málaflokk fyrir sig bara er að mínu mati akkurat það sem ég er að tala um. Þetta er of mikið fyrir eitt ráð, þetta er of mikið fyrir einn fund líka hjá ráðinu. Þannig að ég er alveg sannfærð um það að þetta var bara ekki góð hugmynd. Það var auðvitað að tala um það þegar að ráðið ákveðið var að, eða semst verið var að ræða stjórnsýslubreytingar að Vistorka kæmi einhvern veginn í staðinn fyrir umhverfisráðið en ég meina en hérna er talað um eins og Vistorka komi í raun og veru meiri framkvæmdar aðili í umhverfismálum og mér finnst það alveg eðlilegt og þar finnst mér Vistorka og ég hef ekkert legið á því að mér finnst alveg frábær hugmynd að setja stofna þetta fyrirtæki en hins vegar það vantar pólitíska forystu hérna í umhverfismálum og einmitt það líka að það er ekki pláss fyrir umhverfismálina því að það var svo mikið að gerast í stjórnsýslubreytingunum segir okkur líka að það var ekki rétti tíminn til þess að færa það. Þannig að og ekki það að ég sé endilega að segja að þetta sé mistök einhver annar, ég samþykkti þetta sjálf. Ég er bara að segja, ég myndi segja að það sé bara alveg orðið augljóst nú þegar að þetta er ekki gott mál. Svo langaði mig bara að segja með sorpmálin að því að ég er nú í þessum starfshópi
útboð á sorphirðu, hvað við að segja, að þá finnst mér þetta kerfi, ég er ekkert sko, ég ætla ekkert eitthvað að segja það hvort mér finnst það að vera tekið röng eða rétt ákvörðun á sínum tíma 2010 þegar var ákveðið að fara í þetta kerfi. En núna, miðað við þann stað sem að mér finnst sko hugarfar bæjarbúa og einhvern veginn okkar akureyringa í umhverfismálum og endurvinnsluflokkunarmálum vera, þá finnst mér bara algjörlega galið að fólki sé gert erfiðara fyrir við að endurvinna og flokka. Það að maður þurfa að fara á grendagámana sérstaklega og vera með sko tunnuna fyrir óflokkað heima hjá sér, það finnst mér bara svona ótrúlega ekki skynsamlegt. Og ef fólk ætti það frekar að fara með óflokkaða ruslið sitt á grendagáma og geti sett flokkaða ruslið í tunnuna heima við. Ég meina, þið sjá bara að það er ekki verið að hvetja til flokkunar. En ég ætla nú ekki að segja þess að gáma eitthvað, þessi gámar sem ég nota sem er nú aðalega kannski 3 stöðum í bænum eru yfirleitt mjög snyrtilegir og sjaldan fullir, en það kemur samt fyrir. En ég vildi bara koma því að framfæri svona þessari hugmynd sem að ég reikna með að verði mikið rædd og í þessum sorpmála hóp, það er það hvernig við ætlum að snúa þessu við, hvernig við ætlum að hvetja fólk frekar til þess að flokka heldur en að flokka ekki. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Brybbin Jón. Forseti, bæjarfulltrúar, ég geri mér alveg grein fyrir því að það getur hvaða kjáni sem er gagnrýnt. Það er alveg hægt að henda út og tala alla hluti niður. Ég skil það vel. Nú, það er náttúrulega ekki markmiðið að gagnrýna allt sem gert er. Get ég hrósað alveg helling af því sem búið að gera inn í bænum. Ég er mjög ánægður með bæinn minn og bæinn okkar allra. Ég er mjög ánægður með margt sem við höfum gert. Og ég var svona að benda á það að mér fannst þessi ekki stefnur mér fannst upptalning á hlutum sem við höfum verið að gera vel. Já, en ekki það sem við okkur vantaði úrbætur á. Við getum farið í það. Nú, forseti, ég óska eftir að fá senda þessa starfsáætlun ef við hægt að fá hvenær við ætlum að taka fyrir hvernig málaflokk, hvort þú getur sendt okkur það. Þú veist, bara til þess að kannski fá gáfulegur umræðu frá okkur í minnihlutanum stundum líka. Nú, ég hef átt góð samskipti, held ég, við alla bæjarfulltrúa og alla nefndarmenn í bæjarstjórninni á Akureyri, þessu vinna innan stjórnkerfisins, og ég vona að maður haldi því nú átt og beri gæfu til þess að halda því áfram. Og þykir vænt þetta fólk, alla sem einn. En maður má samt alveg, það er hlutur okkar minnihlutas að benda líka á hluti og við erum í minnihluta. Og við erum líka til staðar og þurfum stundum að halda fólki á tánum og kannski ekki alltaf vera skemmtileg. Það er nú bara eins og við byggjum upp meirihluta og minnihluta, þá er það okkar hlutverk. Á þess að ég vona að við förum það niður okkur persónulegar ef við höldum í málefnalega förum ekki að halda því persónulegu. Ég held við enginn hafi gert það og vona að við höfum ekki gert það. Nú, það hefur verið mjög góð samvinna í nefndum. Flestir nefndarmenn hafa talað það er ágætis andi. En samstarf og samvinna, það hefur verið talað að í bæjarstjórn á Akureyri það hefur verið góð samstarf, rosa góður andi í bæjarstjórn, menn vinna saman. Já, minnihlutin hefur verið frekar svona þægur í gegnum tíðina. Ég vil ekki segja geldur, en frekar þægur. Það er rétt. Samstarf og samráð felst í valddreifingu.
þá dreifum að valdi felur öðrum verkefni og með vinna saman að hlutunum út frá ólíku sjónarmiðum. Þegar með meirihluta minnihluta, þá ákveður meirihlutan alltaf hvað þetta umræðu hversu sinni. Og flestar eru góð mál. Öll mál sem voru talin upp hérna í stefnunni, þetta eru góð mál. Ég held að allir getur talað það er engin, við getum aðeins svona deilt listasafnið og ykkur einstaka framkvæmdu, hvort það er að fara í það eða ekki fara í það, hvort það var fjárhagsvaldið stóð til staðar ekki. En þetta eru málefni sem minnihluti stýrir að nú skulum við ræða þessi mál. Það getur vel verið að það hafi verið annar meirihluti hérna staðar, þá værum við kannski búin að setja glerárgötuna í stokk. Við höfum bara náð fínni umræðum um það og fínni samstarfi um það. En þessi meirihluti gerði það ekki. Og það var ekki til í að ræða hugsanlega þá hugmynd en minnihlutin er komið það upp. Þannig að samstarf og góðu starfsandi er ekkert endilega sama. Það snýstu valddreifingu. Þó ég hafi, og mér hafi gott að við vinna með ykkur og finnst það áfram og við munum örugglega finnast áfram. Grenndarstöðvarnar, ég held að þetta sé fínt fyrir bara eins og við erum með þetta í dag, með að eins og við erum að vinna það. Ég hef ekkert að móta þessu grenndarstöðum. Einhvern veginn þurfum að vinna þetta og það mætti kannski hugsanlega bæta vinnuna þar að einhverju leiti. Það ég heyri allan mest tala um það að það sé alltaf fullt við bónus. Man getur ekki verið að hendi, en ég tek undir þessu bæjarfulltrúa Guðmundi að grenndarstöðin mín er meira en alltaf tóm. Þess að ég geng þangað. Og mér finnst áhugaverð hugmyndin hjá og þessu umræða sem bæjarfulltrúi Sóleyju kom með að flokka rusli heima en þurfa að labba með og fara með fara með almenn sorp. Þá myndi maður örugglega hugsanlega flokka meira. Ég get búin að sjá þetta alveg fyrir mér en mér finnst áhugavert þessu hugmynd. Vistorka, þetta er frábært held ég. Þetta er frábært verkefni og frábært svona já, ég veit ekki hvað að segja, þetta er bara alltaf það er mjög gott, en mér finnst oft vanta fjármagnana. Ég held að það sem Vistorka er að gera, möguleikarnir eru endalausir. Og það getur nú verið þannig að mann finnir skrítið, en það sem Vistorka gerir, það verður oftast að gulli. Því þeir sem græða kannski mestu peningana í dag í heiminum, það er þeir sem er að sjá ruslið. Þess að við hinni nennum ekki gera. Það eru tekjumöguleikarnir. En ég held að Vistorka þurfi sannarlega á meira fjármagn og fleiri tækifærum og sennilega kannski bara meiri pólitíska stefnur í það líka. Mér langar að spyrja formann að því varðandi slökkviliðs, hún kom inn á samning slökkviliðsins, við gleymdi því náðan í æsingunni sjálfum mér, að samningu slökkviliðs við Vaðlaheiðargöngin. Bara þú veist, hvernig er þessi samningur? Ég man ekki til þess að, og kannski á hann ekkert að koma þangað, hann er komin eitt fyrir bæjarráð. Þegar mennum er að gera svona samstarfssamninga sem skuldbundur bæinn til lengri tíma, þarfnast það ekki samþykki bæjarráðs. Eða er þetta kannski bara óskipveldi, þá vil ég að heyra í hvað felur í sér. Nú, annars vil ég bara þakka öllu þeim sem hafa starfað þessari nefnd og hafa starfað vel fyrir bæinn, þakka þeim fyrir gott starf og nefndin öllur og formanni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Silja Dögg. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að byrja á því að þakka mjög góða stefnuræðu formanns bæjarfulltrúi Ingibjörgu Ísaksen. Og svona af því ég er í góðu skapi í dag, þá ætla ég að byrja á því að fagna. Mér finnst við vera að gera mjög vel í flestu hér á Akureyri og nánast öllu. Við virðumst þurfa að vera best og mest í flestu og erum það sem er frábært. Nema kannski mættum við standa okkur ennþá betur í leikskólamálum, en það er önnur umræða og kannski til að vera mjög jákvæð þá getum við þakkað fyrir að vera með leikskóla. En ég ætla ekki að tala um það, enda er við að tala um stefnuráð umhverfis- og mannvirkjaráðs. Og ég get ekki sleppt því að koma hérna upp nema að fagna framkvæmdu við sundlaugina.
Vissulega hefði ég vilja að öllum framkvæmdum væri lokið og þykir mér miður hvað hún gengur raun hægt, en það mjög ánægilegt að sjá hvað margir bæjarbúar og heyra, hvað margir bæjarbúar hafa talað hvað þeir voru orðið mikil aukning í aðsókn í Sundlaug Akureyrar eftir breytingar og þá sérstaklega á börnum. Og það eitt sigur fyrir sig, myndi ég segja. Við viljum fá börnin okkar í sund og bara útivist yfir höfuð, frekar en til dæmis að hafa þau heima fyrir framan tölvu eða síma. Varðandi nökk og uppbygginguna þar, þá finnst mér frábært að við séum að fara og byrjuð á þeirri framkvæmd og verður að loknu verki alveg mjög mikil bæjarprýði og ég held að væri alveg sniðugt að skoða það að hvort það væri einhver leið að klára þessa framkvæmd í einni heild og bara þurfum allavega kannski ekki að loka á það strax, en við bara skoðum það auðvitað mjög raunhæft og með tilliti til alls. Svo langar mig aðeins að bara minna á það að L-listinn sett á stað á sínum tíma síðu sem var undir slóðinni betriakureyri.is og það var einmitt síða svona eins og Betri Kópavogur með og það sem bæjarbúum gafst kostur á að koma áleiðis skoðunum og hugmyndum og þess áttar. Og kannski ættum við bara að dusta sameiginlega rykið af þeirri síðu og reyna að virkja hana og gera hana enn betri. Og það var rétt eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom aðeins inn á áðan að við vorum að ræða breytingar á miðbænum áðan og ég hef persónulega vilja fara enn lengra, þess að gera enn meira, en þetta enga síður mjög góð og flott byrjun. Og í góðari ekki gott að fara í framkvæmdir og höfum við haldið aftur að okkur þar. Hins vegar getum við fagnað mjög þeim framkvæmdum sem við höfum nú þegar farið í. Eins og til dæmis sundlaugina og íþróttaskólann Austaskóla, endurnýja gólfið í Bogunum, laga gólfið í Skautahöllinu, vinnan við húsið fyrir Nökkva, svæðið fyrir Nökkva, svo eitthvað sé nefnt. Og ég ætla að halda fram að fagna og ég ætla að fagna umhverfisvænum strætóum, umhverfisvænum strætóum okkar og við höldum auðvitað áfram að bæta í þar og hættum ekkert fyrir að flotinn er 100% umhverfisvænn, annarkvort með metan eða rafmagni. Og svo finnst mér við verðum líka að klappa okkur á baki fyrir að vera með frían strætó. Því það náttúrulega bara mikil lífsgæði og forréttindi. Ég allavega að nota strætón alltaf annars slagið. Og svo í lokin langar mig að taka undir með bæjarfulltrúa Prepin og spurja hvar eru mæspókarnir mínir? Þeir alveg hættir að koma í gegnum lúguna? Bara velta því fyrir mér. En annars fagna ég bara mjög góðri og málefnalegri umræðu og hrósa bæjarfulltrúa Ingibjörgu fyrir mjög góð störf í sinni nefnd. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að lengja þessu umræðu mikið en langar aðeins koma inn í þessu umræðum áherslunar á umhverfismáli. Ég er því algjörlega ósammála að sameina umhverfisnefndina inn í umhverfis- og mannvirkjaráð verði til þess að umhverfismálin verði útundan. Það getur vel verið að það hafi komið fyrir núna í upphafi þessa breytingatímabils að það hafi gerst, en þetta er eitt af því sem ég held að skipti öllu máli, að við séum að horfa á þetta sem eina heild, en ekki þannig að umhverfismálin séu rædd á einu stað og svo framkvæmdir á öðrum og svo er ekki samræmi á milli þess sem menn er að gera. Við eigum að horfa á þetta eina heild, sem eina heild. Við eigum að horfa á það að þegar við stöndum í framkvæmdum, hvað áhrif hafa framkvæmdirnar á umhverfið. Þannig að það er alveg morgunljóst að mín skoðun er sú að þetta sé til bóta og þetta verði til mikilla bóta í framtíðinni. Það er alveg á hreinu. Og ég bara efast ekki eina sekúndu það. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Sammála því sem hann sagði.
En varðandi umhverfismálin og framkvæmdina þá eru ansi mörg verkefni sem tengjast og það var talað svolítið það, ég veit að formaður gömlu umhverfisnefndarinnar ræddi það svolítið. Það væri svolítið erfitt. Á stundum væri við að taka mál inn í framkvæmdaráði sem að tengdust umhverfismálum og öfugt. Og jafnvel bara mismunandi umræða og endilega ekkert að fjármagn fylgdi verkefnunum. Og ég hvet bara bæjarfulltrúa líka til þess að kíkja aðeins inn á fundagáttina og sjá vægi umhverfismála inn í umhverfis- og mannvirkjaráði. Þau eru ansi mörg málin sem að rata þar inn. Við erum mjög ofta að ræða umhverfismál. Þannig að endilega kíkja á það. Varðandi maísbókana, þá get ég því miður ekki svarað ykkur. En ég skal kanna þetta og láta ykkur vita. Varðandi slökkviliðið og samning, þá eru bara samningaviðræður í gangi varðandi Vaðlaheiðargöng. Það er ekkert orðið klárt, þetta snýst búnað að Vaðlaheiðargöng útvegi slökkviliðinu búnað og kaupi búnað til þess að geti sinnt vissri þjónustu. En ég ger ráð fyrir því að þegar samningur liggur fyrir þá koma hann fyrir okkur og við vísum honum til bæjarráðs. En annars bara þakka ég fyrir virkilega góðar umræður og ennþá eru allar ábendingar vel þegnar í tölvupósti eða samtali. Takk hérlega fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þá segjum við þessari umræðu lokið.